Já, heyrðu, við ætlum að hafa hérna allavega í haust smá tilraun að vera með sérstaka þátt hérna á samstöðinni. Við köllum það matartíman. Ég ætla að fá hinga til mín fólk og tala nokkuð frjálslega mat. Ég veit ekki hvort það virki. Við gerum þetta þannig á samstöðinni. Við pröfum ýmislegt og höldum því sem gott er. Þetta er svona markaðsráðgjöf frá Páli Postula. Hann með þetta í einhverja bréfunum sínum. Reynir allt og haldið því sem gott er. Við gerum það. En hingað eru komin Sólveig Ólafsdóttir sem er þjóðfræðingur. Nei, ég er sagnfræðingur. Ertu sagnfræðingur fyrirgefðu? En þú hefur kannað og skoðað mikið íslenskar matreiðir. Já, það hefur verið áhugamál mitt. Já. Og alveg bara í áratugum saman. Þannig að, já. Og svo er Friðrik Vaff Hraunfjörð, oftast kallaður Friðrik 50. Já. Er það bara frá því varst lítill? Sko, ég er svo óheppinn að heita Valur, sem ég er ekkert óstoltur af. Gæti verið verra, ég geti eftir Káar. Þannig að ég hef aldrei notað valsnafni, en þegar ég opnaði minn eigin veitingastað, þá kom hugmynd frá strák sem var nemi minn að nota vaffið svona og leika sér að því. Og þannig að það er svona eiginlega börnin mín horfa svolítið á þetta fyrir og eftir Friðrik 50, því að í dag er ég kallað Friðrik 50, en allir sem þekktu mig áður kallað mig Fredda. Fredda? Þegar ég er náttúrulega þessari 70 kynslóð þegar Friðrik Ólafsson var vinsælustur á Íslandi og við vorum held ég 6 Friðrikarnir í 6 ára bekk. Já. Þú veist, skýrður, það kemur svona tískubylgja. Já. Ég held að Dagný, þegar lagið hans Fúsa var Dagný, þá voru það vist, ég held að sé 1956 óvinni margar Dagnýjar sem að fæðast. En allavega ég það hefur hangið við mig síðan. En þú veit ekki kallaði Friðrik 50 bróður hans Fredda heitis? það er saga á Ísafirði sem er þannig að það var maður sem var alltaf kallaður drengur, kallaður Halli Rúka og hún leiddist það. Þannig þegar hann femdist þá suðaði út að fá að breyta nafn og hétt Guðjón. Og var eftir það alltaf kallaður Guðjón bróður hans Halla heitir Rúku. Þetta er náttúrulega algjör stúdía með þessi viðurnefni. Þetta fylgir svo ákveðnum stöðum á landinu. Og það er eins og á Akranesi, En er þetta ekki að hverfa? Jú, en þetta hangir í ennþá. Var þetta ekki allt svona að þú varst bendlað við móðið þína eða? Jú, það er náttúrulega sjávarplása dæmi, sko, það er náttúrulega mömmurnar voru til staðar og pappinir út á sjó. En mér finnst meiri að segja í svona kringum börnin mín, eða yngsta barnið allavega, að þá er bara eins og, þú veist, Óli og Siggi og Stína og Krissi og þetta er alltaf fara, sko. Það heita allir bara sínu nafni. Það er eins og það er stytting sé. Já, við erum líka farin að bera svolítið meira virðingu fyrir hvort öðru. Já. Ég held að skipti máli. Og það er full nafn. Já, og þá hættir að vera hálfbunni bara því að það var einhver sem var danskur í lögnum eða eitthvað svoleiðis. Já. Og svo var einhver sem var kvartbunni af því að þá var hann öllur fjórðungur danskur. Við vorum 3 smárar í Vogaskóla og ég man ekki, ég fekk að heita Smári. En einn var kallaður Húusmári. Ég veit ekki af hverju. Það er mætt bara með húu í daginn. Þetta er, eins og ég segi, ég held að þetta hafi bara hafa stafað af ákveðnu virðingarleysi gagnvart fólki. Já. En við ætlum að tala um mat og þegar við vorum að koma hérna inn þá nefndir þú að sem ég hafði tekið eftir einhvers staðar að hann var áttræður. Rúnar Marvinsson, já. Já, Rúnar Marvinsson. Já. Hann hafði mikil áhrif í matagerð. Sko, ótrúlega mikil áhrif. Sjókokkur sem fór í land og fór að elda. Já, og ég þekki hann ágætlega og þekki bara vel til í raun og veru svona hvernig þetta var. Ég fekk að vera á búðum, ég var ekki að vinna, ég var þarna og fylgdist með og þetta er náttúrulega ótrúlega stórkostlegur menningar heimur, hótelið á búðum. Og það sem hann gerði og hann sagði allar þessar sögur, hvernig hann í raun og veru bara, þeir fóru og hirtu bara allan fisk sem að þeir gátu náðu í, þú veist, á þessum, já, í Ólafsvík og hvað sem er. Og oft það sem aðri vildi ekki. Og bara fyllti fristinn og svo bara var tekið upp úr fristinum eftir þörfum. Ég meina, hann kemur gellunum einhvern veginn bara á kortið sem algjörum veislumat. Og svo hélt hann upp tókuði sig til, hann og afkomendur hann sem eru kokkar og já, það er orðin 3. kynslóðin og fyrir ári síðan, eða rúmu, ég held að sé
það var sagt á degi íslenskar tungu 2024 held ég, eða 3. Þá eldaði hann fyrir hóp fólks á Hótelholti og eldaði gamla matinn sinn. Og þetta var alveg stórkostlegt. Þetta náttúrulega bara svona nostalgíu, sko, bara rússíbanareið. En þetta var alveg ótrúlega gaman einhvern veginn að fá að heimsækja þetta aftur. Og hann skrifaði matseðilinn og teiknaði sína frægu sjálfsmynda á hana og svo framvegis. Og hún bara innrömmuð inn í eldhúsi hjá mér, matseðilinn. Friðrik, þú þekktir hann? Þekkir hann? Já. Sko, ég held að það sem í raun og veru gerist, hann er hérna að verða, hvað að segja, heimsfrægur á Íslandi þegar ég er að læra. En það sem gerist í raun og hann kemur maður sem er ástríðuna fyrst. Og það vantaði svolítið inn í atvinnueldhúsin. Þegar allir á Íslandi voru bara lærðir eftir þessari gastronómíu sem er svolítið svona franskt eldhús. Og það hugsaði enginn út fyrir það. Eitthvað svona Cuisine Nouvelle komið þarna. Jó, það er að byrja þarna þegar ég er að byrja að læra. Skúli Hansen, eða ekki? Jó, og þú veist... François Fons á grillinu. En sko þessi að tengja við hráefni eins og allir við miðjarar hafi gera, það þekktist ekki. Hann kom með það, Rúnar. Já, og ég held að út frá því beint eða óbeint urðu til fullt af svona kokkum eins og ég og Gunnar Karl og fleiri sem fór allt í að hugsa sér nær og hugsa hans í ástíðum og og ég held að hann alveg helling til í því og þetta var hann pínu gagnrýndur og svona en mér fannst þetta alltaf frábært og upp úr þessu þá fóru náttúrulega menn að horfa allt öðru svo hráefni og ég man þegar ég er að læra þá til dæmis fengu skötusilling gefins að hann seldist ekki og þannig að ég held að hann var hann einhvern veginn réttur maður, réttur stað og veitingamennskan breytti svolítið og mættir hennar kannski breytast meira. Ég hef nú komið inn í skóla víða í Evrópu og Spáni og Ítalíu og Frakklandi og þá er alltaf, námið er alltaf tvíþætt. Þú lærir þessa gastronómíu eins og við allir, en svo lærir líka tradisjonal. Þannig að ef þú ert kokkur á Ítalíu, þá ertu spurður, sko, hvaða menntun ertu með og þá ertu kannski úr Liguria eða Lombardo. Þannig að en hérna á Íslandi er eiginlega eina kennsla sem ég fekk íslenska mat var léleg þýðing úr danskri kennslubók og það var alveg fjallað sýrt smjör og þurrkaðan fisk, sko. Súrmat. Það sem ég fekk mér oftast hjá Rúnari þegar hann var við tjörnina var ég held bara klassísku fransku réttur. Það var bara tindabyggja með brúnu smjör og kapers. Þetta er bara klassísku fransku réttur. Já. Og það mennir komin aftur þangað. Þú getur fengið þetta niður í bæ í dag. Þannig að, já, ég held líka, sko, hann var svolítið miðjararhafslegur, hann var ekki að flækja hlutina. Nei. Og þannig er best eldhúsið. Þetta er, sko, minna er meira. Það er bara staðrendin í eldhúsið. Ég er að dunda mig við það núna í sumarfríinu að horfa á sjónvarpsþætti frá BBC sem að heita The Duchess of Duke Street og er konu sem að vill verða besti kokkurinn í London á tíma, þetta er svona á að gera þegar að Victoria er að deyja, þannig 1900 og þetta er svona 25 ára tíma. Það er Escoffier í London. Já. Og það er svo mikill matur, það er ástæðan fyrir því ég gaman aðeins er það er svo mikill matur í þáttunum og hún þetta er svo gaman og þá kemur þetta sko að... Þú vil hafa svona eina ástarsinn í hverju mynd, svona eina matarsinn í hverju mynd. Já, ég vil bara fara nógu mikið mat í hverju mynd. Nei, það er það, og þá kemur þetta, tímanum er leyft að líða, þannig að það koma nýjir réttir inn í þetta, því hún á svo að verða alltaf betur og betur náttúrulega kokkur og það er farið að hún á orðið sína svona signature rétti og svo dóttari og þetta er þannig er verið að losa sig undan sko frönsku matseðlunum og svona þú veist, maður finnur alveg fyrir að þarna er hreinlega verið að búa til eða allavega skálda upp að þeir hafi verið að búa til sína eigin svona ensku matarmenningu. Endurskapa enskt eldhús. Já. En þannig er til dæmis, ég nefndi þarna Cuisine Nouvelle, það var þannig að þeirra eldamennskan einhvern veginn bara verður þurr og leiðileg eins og ávið þessar sko stjörnu Michelin-kokka í dag held ég að þá kemur alltaf bylgja sem segir við erum að endurnæra þetta og þá fara menn í héraðið eða til ömmu og finna einhverju nýtt uppaf
Þetta er í Ítalíu, hérna, frægur réttur sem er í Íslandssögunni, þegar menn voru að borða gull í Mílanó. Þá var það hérna bara risotto, einfaldasta risotto sem hægt að gera, með gull ofan á, sem hægt að sýna það að einfalda, eins og þú varst að segja, einfaldaði kóngurinn. Já, nákvæmlega. Þannig að Íslendingar hafa tekið að þessi réttur væri dæmi einmitt þveru öfuga. Þetta er upphafning á fíniríinu. En þetta er eiginlega upphafning á hinu einfalda. Já. En þetta er náttúrulega eins og ég segi, sko, náttúrulega, ég skil aldrei af hverju hérna hefur verið svona lítið sko sagnfræðirannsóknir á mat fyrir kannski núna bara undir það síðasta. Þetta hefur alltaf verið svona mikið hliðar. Já, þetta er raun og veru bara, þetta er óhreinu börnin hennar Evu, þetta þótt aldrei neitt fínt. En er þetta ekki bara þegar við erum ekki nóg stolt af þessu? Og það er sem er Bretan í dag. Núna eru þeir stoltir af breskum mat og þú færð alvöru Sunday roast og pæ og shepherd's pie og whatever inn á börum sem er bara vel gert. En fyrir 20 árum þegar ég var að byrja að fara þarna, þá var þetta allt skelfilegt. Ég bara fyrst að maður kom til Englands og var að borða þetta var hryllingur. Ég var bara að koma á ráðstefnu. Þetta er með kjötsúpun okkar, sko. Þú veist, nú er allt í einu aftur orðin boðleg á veitingahúsum. Já. Og þú veist, hún var bara einhvern veginn í felum og plokkfiskur, þótti bara eitthvað ófallegt sem er frábær matur. Má ég segja eina sögu af búðum, áður við ekki hérna Rúnar Mörgusson. Þá var ég ungur maður og svona var á þvælingi þannig með hérna konu sem ég var skotin í og svo kerðum fram hjá búðum þannig að við rendum þar upp og ætlaði að bjóða konunni í mat og það var sagt, svona sondið erfitt, það er hérna við erum með svona hóp hérna, það eru kyrrðardagar íslenska kvenna hérna sem eru með eða allt hótelið, en ef við erum mjög svönga þá getum við reddað einu borði. Þannig að við fórum inn og borðum þar við lítið borð og í salnum voru svona 40 konur sem voru í þagnarbindindi. Þær þögðu allar í salnum og ég var eitthvað að reyna að heilla konuna. Já. Þetta var ógleymanlegt. En ég nefni þetta að því að búðir er náttúrulega svolítið sérstætt það sem var svona sveita staður, þar sem maður fer og er með svona sín sérstaka mat. Það er ekki svona mikið af þessu hérna. Þetta er til dæmis mjög algert í Danmörku. Já, krátnar allar. Já, sem er konunglug krátnar. Já, krátnar, já, sem að, þú veist, og þar til dæmis á einnig slíkri krá borðaði ég hjá einum gömlum stjörnukokki sem hafði eldað í brúðkaupi Símon Spís og eldað matinn í Babettes gestibúð, sérst í bíómyndinni. Ég man náttúrulega ekki. Kornhænuna í... Og þá var hann hérna og þá er ég með, við erum þarna í boði fólks danskra hjóna og stelpurnar okkar eru litlar og svo yngri var afskaplega sérvitur á mat og er það raunar ennþá. En hún fekk sem sagt að fara inn í eldhús, þetta var ekki eina eldhús sem hún fekk að fara í og elda matinn sér sjálf. En hún fekk að fara þar og steikja sínar eigin fiskibólur og borða þær sem er bestu list. Og þú veist, þetta var í hádeginu og þú veist, þetta var svo afslappað og það var máltíðin náttúrulega svo löng. Þú veist, það tók langan tíma og þetta var alls konar, við vorum að fá alls konar skrítið og skemmtilegt. En sko áherslan þarna var sko fókusin á því að allir fengju sitt og þar með þessi 5 ára sem fekk bara að fara en í Danir hafa, því að nefndu með söguna og hvort að við hefum gott svona góða sína söguna, Danir hafa svona hugmyndir the good old times, englendingar hafa það, frakkar hafa það við höfum það eiginlega ekki, sko. Það er eitthvað svona tímabil sem er svona góði tímin þar sem að við erum ekki með þetta við erum ekki með jákvæða sína söguna. Er þetta ekki akkurat það sem ég var að tala um að það vantar stoltið? Já. Og þú veist, þarna ég er nýkomið frá Oxfordshire þar sem við hjónin vorum í litlu cottage í 2 vikur og löppuðum á hérna gömlum mertum hérna slóðum á milli sem sagt pöppana í raun og veru sem voru 100 ára gamlir og borðum og milli þess að við fórum á sveitamarkaðan og elduðum sjálf sko ég meina varir svona, ég er náttúrulega alveg upp fyrir norðan og ég man sko þegar það var verið að keyra suður og það var alltaf góður matur í Staðaskála en er ekki bara því að sko veitinga og ferðarþjónusta á Íslandi er svolítið háð, er miklu meira drifin eitthvað svona ekonomísku
togi heldur en einhverju gastronómi, sko. Og þetta snýst bara alltaf að græða pening. En svo þetta líka orðið svona keðjur eins og staðar, sko. Þú veist, það ekki þannig að það sé svona... En svo í Frakklandi, þá náttúrulega bara eitthvað sniður sem elda, jafnvel sama matinn. Sko, við höfum verið mikið í San Sebastian og ég kom þangað fyrst þegar ég var 20 og ég kom með þar á svona 5 ára fresti og við förum á sama staðin sem í miðju Hvergis og ég borða sama matinn hann sko, einhverja klumpubein og þorski, sko, 10 sinnum og þetta alltaf á seðli. Og það þarf ekki endilega flókin. Hérna við búin að missa, sko, við erum búin að missa, sko, margar fallega fjæðrir eins og hérna, já, Hótel Holt ekki opið í dag og Hótel Saga farin og hérna, Lækjabrekka orðin eitthvað bakari og... Það náttúrulega eins og segja, sko, og bara af því að maður hefur haft áhuga á þessu og fylgst með og séð svona risofall hinna og þessara veitingastaða í bænum. Þú veist, við fyrum bara Jómfrúna. Við erum ekki elda heima í okkur, sko. Það eru náttúrulega nokkrir klassar, mér finnst Hotni alltaf eitthvað, þú veist, ég fór þar fyrst með ömmu minni þegar þegar ég var nýbúið opnað, ég held ég að verið 6 ára eða 7 ára eitthvað, það bara, mér finnst alltaf gaman að koma þarna. En þeir verður leggja sig svolítið út af markanum, sko, svolítið, en... Já, þú veist, svo bara, svo þetta kannski... En þetta Hotn, þarna sem sagt salurinn, ég borðaði hann mikið þegar ég var yngri, sko. En ég hef ekki farið mikið að undanferð, veit ekki, kannski bara... Ég er ekki oft, en mér finnst alltaf gaman að fara. En ég held að sé líka bara, kannski, ég meina, sem dæmi, að nú sko Waldorf Astoria opnað aftur í New York, búið að loka held í 10 ár. Og þau sáu að það var kannski bara gálega að vera með veitingastaðarna heldur en að vera með einhverja íbúðir bara. Já. Þetta kannski líftími veitingastaða, það náttúrulega Mokka hérna oft ekki sem dæmi. Það, og Jómfrúin náttúrulega búin að vera, hvað ætlaði þessi orðið, 25 ára gammal staðar? 30 ára. Það er ennþá, maður getur fengið bara dansdævindýri og það er sama var í upphafi. Það er líka annað, þeir hafa, sko, þegar þeir koma inn, af því að sem sagt, já, þetta er staðurinn okkar og þetta hefur verið staðurinn þar sem við förum með fjölskyldun og eitthvað svona. Þannig menn líka bara stoltir og haldi hefðir, það er enginn að finna upp hjólið. Nei, en til dæmis að þeir hafa svona lauma, til dæmis eins og, þú veist, já, eldri dóttir mín sko, hún er hardcore vegan, sko, alveg sko hugsunarmanneskja og það, á tímabili þá gat hún eiginlega ekki komið með okkur og því bara það var ekkert sem hendaði henni. En núna hafa þeir laumað inn, það er ekki mikið, en það er alveg nóg til þess að það sé til. Og annað sem að mér finnst líka, þú veist... Það er nú eiginlega erfiðar að mæta ekki þörfum vegan heldur en að mæta þeim, þú veist, að þetta er nú ekki, þetta er ekki geimvísindi, sko. Nei, einmitt. En eins og ég segi, þá heitir þetta hérna bara falafel, sko, þá er það bara, þú veist, þetta er bara falafel. Nei, en þetta er líka spurningin það að bara vera stoltur af því sem þú hefur. En áður við tölum íslenska matarhefði, þá var aðeins þessi líftími staða. Ég labba stundum skipholtið, þá horfi ég niður og það er pottur pannan eða þá. Ég hef ekki komið þar í sko 20 ár. En það var ekki Úlfar sem að fór svo þrjóði frakka og flera sem að voru að byrja þarna. Sem að var eiginlega sko fiskur svo sósa sett yfir og undir salamandruna, bara eitthvað svona einfaldur eldamennska sem að suminleiti ennþá á 3 komið aftur í tísku. Er þetta komið aftur í tísku? Já, nú er fullt af stöðum sem er að afgræða svona pönnufisk út um allt, sko, þykir óa flott, sko. Já, hann eins og messanum og skipetnum og hvað þetta er. Sko, þarna kemur með súpu, með þetta konsept að geta farið og fengið sér súpu, brauð og salat. Og salatbar. Já, og salatbarinn. Og þá, þetta er með þess að ég ætla nú ekki að fara að rifja upp einhverja sorgarsögur sjálfum mér, en ég verð foreldralaus mjög snemma og á í raun og veru ekki, sko, bý ekki það sem er eldhús í ansi langan tíma. Og á meðan ég var í skóla, þá var þetta staðurinn sem hélt mér á lífi. Þú veist, ég fór þarna bótturinn og pannan. Já, þetta var svona okkur trend, svo ertu þetta allir í, menn þetta var á bautanum fyrir norðan. Þetta var fjölskylduvænt, það sem til dæmis að þú bjóst til sjálf sem ég held að svona kokkar eða matrislumenn, ég veit ekki hvað þið viljið kalla ykkur, í skólum hafa lært. Þú átt ekki að raða salatinu fyrir börnin. Þetta er leyfa því að maður gera það sjálf. Já, ég sko... Og kannski sorglegt, hvað eru margir hættir þessu? Það var salatbar. Já, ég held það. Það er til dæmis eins og í Þýskalandi, þar sem ég er mikið, að þá er þetta einhvern veginn, þá færði þér, þú pantaði þér aðalréttinn, sko, og svo ferði þér salat á undan, borðun og borðar. Hafið verið á náttúrulega hælinu? Já.
það svona salat, sko. Það alveg, maður getur alltaf fengið sér frábæra mat. Þótt að maður sé kannski ekki alveg inn í aðalréttinum eitthvað. Það mjög gott svona eða var. Svo kom COVID og þá mátti ekki vera fólk væri í sama hraðborðinu, sko, þannig að það lokaði. Já, ég svolítið stútur að, sko, Náttúrulækningafélagið og út frá matar, sko, já, út frá mat og þannig að mér finnst svo stórkostlegt, sko, þeir opna mjög fljótt svona stofu, svona, það mátti aldrei kalla þetta veitingahús. Þetta matstofa. Já, sem var upp á annarri hæð sem að síðan Gló var setna, já, og svo áðurinn að það, þú veist, þá var þetta bara niður í bæ í Næpunni, það byrjaði þar, sko, 40 og eitthvað, rítið. Og ég náði viðtalið við konu sem var að vinna þarna, sem var þá orðin 40 gömul fyrir sýninguna Reykvíska eldhúsið sem ég bjó til 2008. Og þá er hún að segja mér, sko, hvaða var erfitt að halda úti svona einhvers konar matstofu af því að þetta var svo fábreytt. Það var sko gulurlaukur og hvítlaukur. Og svo var þetta í raun og veru mjög lítið annað. Þetta náðist bara þurrkaða baunir. Já, og svo krúskan sem náttúrulega þetta fyrirbæri sem er í raun og veru það sem allir að borða núna svona bara útbleitt haframjöl, sko, og með rúsunum. Sko, og alla hægt að komast í baunir, sko. Ég man til að þegar hann þetta marga opnaði kornmarkaðin, það breytti tölvöld mikið. Það hefur verið svona kringum 1980, kannski aðeins fyrir. Það í raun og veru aftur að vera fátækur námsmaður og engan pening. Þú veist, þá lærði maður bara á þetta. Að búið til baunir. Alveg bara, eins og ég segi, þetta ennþá bara matur sem ég að nota, baunamaturinn. Það sterk hefð fyrir eldamennsku í náttúrulækningahælinu, eða ég heitir eitthvað annar. Já, svo voru þeir náttúrulega. Ég nefndi François Fons, hann var í mörg ár. Já, þannig að ég held að þeir hafa allir skilið eftir eitthvað smá, þannig að þarna hefur þróast ákveðin svona matarhefð hvernig á að búa til grænmetismat, sem að bara, ég vildi að þeir væri með útibú. Ég vildi líka að það væri með í staðin fyrir völdklass að það væri, náttúrulækningahæli væri kannski í kringum Laugardalslaugina eða Sundhöllina eða eitthvað, það var ekki alltaf þetta völdklass sem er líkasrækt fyrir hinna heilbrigðu, það hefur líkasrækt fyrir hinna sem eitthvað aðeins kannski haldir. Þeir stóðu nú í ykkur veitingarekstri Krúsku, já. Og ég veit ekki það einhvern veginn samsaraðist illa þessu rekstri, sko, þannig, en lengi vel voru að selja líka eitthvað afurðunum sínu sem þeir rektuðu. Allan að teð, maður getur alltaf keypt teð. Já. Og maður sér alveg að það kemur, þú veist, í miðlabúðina svolítið að grænmeti og svona. Sko, þetta með stoltið, það leið og við vitum hvaðan hlutirnir koma og einhvers vill bjóða okkur þetta og segja þetta sko frá frænda mínum á þessum staði eða, þú veist, þegar við erum farin að tengja við því munið þetta því gamla þegar maður fekk að vita hvað amma sko framleiðandans hét. Það var nú oft gert grín okkur og það var nú teknum myndasaga mér til höfðus í Mogganum eitt tímann að því að við vorum alltaf með eitthvað sem við kallum Wall of Fame, við vorum með myndirnar af þeim flestum þeim sem sköffuður hráefni fyrir hvert dag, sérstaklega hér á Laugaveginum og það var nú eitthvað grín með með að ég vissi upprunan og margir held þetta væri bara bull en þetta var ekkert erfitt sko. Og þegar maður byrjar á þessu að koma þetta í vana. En þessi hefð rofnaði hjá okkur. Við vorum að tala að þú veist að fara út í sveitirnar og til ömmu í Ítalíu eða Frakklandi og ég meina það eru 600 tegundir ostum í Frakklandi og það er svona hefð að hérna er bara eiginlega ostur og smjör búin að taka þetta allt saman yfir og það hefur verið rofið. Og hagræðing var allir sterkari heldur en hefðir. Já og svo kemur hann að danska bókin. Akureyrar blár sko sem hefur alltaf verið búin til Akureyri. Ja, hann er komin í Búðardal. Akureyramerkinu, hann er bara búin til í Búðardal. Sem að var Kea skyr búið til á Selfossi. Og svo er ekkert til orðið sem heitir skyr nema Erpstaðaskerið. Þú veist, þetta er ekki alveg skyr. Allan með þær aðferðir sem við fengum viðurkennt hjá Slow Food, hvernig ætti ekki búið til skyra, MS gerir það ekki lengur. Það er eiginlega eins og búðingur eða eitthvað, hleyft mjólk. Og því varum að tala um svona stoltuð hefðinni og ef bóki sem þú last, þannig sem var bara súrmat og hertan fisk og þegar við varum að tala við svona bara hinn venjulegasta Íslendinga og segja að þú veist að við þurfum að endurnæra hefðina og þá er það bara hvað súrhvalur og súrmet, ég get ekki borðað. Já, horfum annað, við horfum bara aðeins nær okkur. Ég meina, sendiharinn okkar í Ameríku, hún fór eins og til óperu þegar hún var fréttakona, hún Svanhildur Hólm.
Hún átti að taka með sér eitthvað íslensk delikatess svona til þess að gefa smaka. Hún tók með sér hákarl, þú veist, hvaða grín það? Annað til dæmis að þegar... Gordon Ramsay er búin að guppa hákarli 4 sinnum í sjónvarpsþáttum af því að það þykir svo skemmtilegt. Þú veist, hvaða rugl það? Já. En þetta til dæmis eins og þegar Laufey Steingrímsdóttir, næringafræðingur, mikil samverka kona mín og til margra ára, hún sagði mér þá sögu að einhvern tíma var hún beðin að taka þátt í svona norrænu verkefni sem tengdist slow food. Það sem þú nátt að einmitt finna, þú veist, þetta sérdæmi, íslenska þetta. Og hún bara í raun og veru komst að þeirri niðurstöðu að eina sem hún gæti komið með inn í þetta væri framleiðslu aðferðir. Ekki réttir, skiljiði. Heldur einhvers konar útskýringar á framleiðslu aðferðum. Og hver eru þær? Ég meina það til dæmis svo hvernig þessi þaulnýting á mjólkuvörum. Þú veist, bara mjólkin þú veist. En við getum ekki verið í búð og keypt ávir. Nei, og ekki flautir heldur. Nei. Og hvað eru flautir? Þannig þetta er eins og svona saga sem bara einhverja hugmynd, en hún ekki í funksjón. Og svo þarf maður að, þú vilt fá einhvern tilfinningu fyrir hvernig, þú veist, osturinn var stundum, eða þarf að segja, þú veist, þessi mjólkur, þetta fyrirbæri, þú veist, farðu bara og keyptu kótasælu og horfðu á dósina, það færðu tilfinninguna. En hvað þetta er afli, þú veist, allt þetta, og þú veist, og svo er alltaf að tala um að allt hafi verið svo skítugt og óþrifið. Það er ekki hægt að gera það sem við gerðum, bara gegnum allar þessar aldir, þessar myrku miðaldir, sem sagt nema með fullkomnu hreinlæti. Og þú þarft ekki annan að prófa að búa til í raun og veru hleypaskeri til dæmis í fyrsta skipti. Það sést nú allir ostagerða, ef það er ekki fullkomur hreinlæti þá bara virkar það. Virkar ekki, já. Það vitið allir að mjólkin er náttúrulega bara kjörið svæði fyrir gerla. Ef þú hleypir inn einhverjum óæskinum gerlum inn þá fokkast þetta allt upp. Já, og það hefur alltaf verið svoleiðis. Og það er annað með þetta, þú veist, eftir við verið að tala um það, þarna á miðöldum hafi við verið í það hafi verið 70% mjólkur, afurðir og kjöt. 10% fiskur og þá eru... Og svo eru litið grænmeti nema bara söl og fjallakjöt. En svo þú veist, og þarna fer að því að litla ísöldin náttúrulega kemur þarna inn og í raun og veru eyðileggur okkar akuryrki til þess að gera og í raun og veru líka bara svínastofnin. En þetta er svona 70% kjöt og mjólkurafurðir. Það er svona, 10% fiskur, þá eru komin í 80%. 10% er einhvers konar mjöl. Já, kornumjöl. Innflutt og í raun og veru að geyma. Já, og þar sjáum við svona ákveðin mun á landslutum, þessi erfiðari sveitarfélög eins og Australandi, Þórsöfn og Langanes og svona, þá notu miklu meira rúmjöl, það leiði lengur og heldur en hveiti. Og líka bara það, svo er þessi brjálæðislega einstaklingshyggja hér, að það verður aldrei til eitthvað kollektíft dæmi í sambandi við að mala kornið. Það er núna eru fornleifafræðingar að grafa upp bara hvern myllusteininn á fætur öðrum og það var bara svona, þetta var bara svona hver og eitt bær átti einhvers konar svona einhverja kvörn eða myllustein eða eitthvað. En það er bara eins og með skýri, hver og eitt bær gerir skýri með sínu nefi eins og maður segir. Og það var þannig að skýrið hjá henni Stínu á Bæ var miklu betra heldur en hjá Bjössa og Bakka. Já, og líka bara, þú veist, það lítur að hafa verið þannig, ekki? Jú. Ég á nú einhverja sögu sem kemur nú fjölskyldunum mínu sem er nú hann frá úr Þingeyjarsýslunum og Langanesi. Það var nú einhver húsfreyja sem þótti nú ekki mjög góð húsfreyja og lenti nokkuð sinnum við því að skýrgerildin dó og það var orðið vandræðilegt að fara á næsta bæ og fá geril og þannig að bóndinn tók ná sig einu sinni að labba í næstu sveit til þess að verða nú að konan var nú ekki aðlagi og hann var síðan úti þannig að ná í skýrgeri svo að fattaðist ekki að hún hefði dreipið geril. Já, og við gerðum það reglulega og veit ekki staðan fyrir okkur. Og hver er munur á því eða KEA-skýrinu sem ég kaupi að því það er skásta skýrið í bónus? Hálfsmaginn. Já, ég held að aðal vandamáli í dag er að það er allir að flýta sér svo mikið. Í dag er í raun og veru þessu bara sprautað gegnum eitthvað handkláð með fullt af götum og þessi þrýst í gegn. En að sigta þetta í lérefti og gefa sér tími í það,
þá verður þetta svona eins og við munum eftir þegar voru krakkar, þetta var svona eins og fallegt brauðdeg. Já, og til dæmis munið ekki eftir... Svo bættur þá nýrið mjólk út í, eða ekki? Hrærið þau upp? Jú, sko, en þegar þú ert að lera eftir síðan... Ég nógu gaman til þess að þegar ég var sendur út í búð að kaupa smjör þá fekk ég það í svona... Í bréfi. Já, og í mjólkubúðunum í gamla daga var svona skyr, þú veist, svona gast skorið, hreinlega. Ég ger þetta vísu bara heima, þú veist, ég ekkert á þessum stóru með bara bleiunum, sko, sem eru bestu. Og svo bara, þú veist, eftir því sem bleiurnar verða, sko, má ekki hafa þær of gamlar. Þú telst að vera með nýja, sko. Þetta svolítið eins og með ostana, sko. Já, þetta má ekki vera of... En ég skýrið eitthvað betra heldur en hvað skýrið út í Bónus? Við erum ekki að tala sama hlutin. Getið útskýrt það fyrir mér, hvernig það er? Það er bæði áferðin. Já. Sko, fyrst og já. Það er lúk. Og sýran er ekki svona beisk. Já. Og það er ekki svona kottnuð áferð. Nei. Og svo til dæmis eins og ég segi, þú getur... eins og þú tekur bara þann hluta af skýrinu sem þú ætlar að borða í þetta skipti og og þú veist, þú geymir hitt bara, þú ert ekkert að hræra það allt saman upp. Og svo þegar þú ert að hræra það, ég tala ekki ef maður setur út í það rjóma, þá verður þetta bara, sko, þetta Er það ekki staðarbúnaður? Maður borða ekki skyr, ekki með rjóma. Má það? Það er eitt af því sem að mér finnst svo stórkostlegt og þú veist, það sýnir í raun og veru hvað maður samt getur lifað á góðum tíma. Ég kaupi alltaf mjólk frá reppamjólkina og ég leyfi mér það einu sinni í hverju flösku sem þetta hrist ekki upp og fá mér sko seriós hringi og rúsinur á mótnana með rjómaslettur sem kemur úr stúfnum. Og þarna að hafa þá aðgang í öllu þessu fáránlega kerfi sem við búum í, að hafa þá aðgang þó að fitusprengdi mjólk frá einum stað. Hvernig aðgang hefur það henni? Ég kaupi þetta bara í matlandi og matlandi er náttúrulega ef maður á ekki að segja það, en jú, ég ætla bara að segja það. Það er bara eitt frábærasta fyrirbæri sem til er. Svona pöntunafélag, gamaldags pöntunafélag með sem sagt mjólk og grammeti og kjöt og fiski og það sem að, þú veist, í raun og veru, já, þú veist að þetta er að besta sem hægt er að fá í það og það skiptið og þeir eru sko ástæðabundnir. Þú veist, þarna er maður... Það er til sem er í boði. Já. En ég er mikill áhugamaður skyr og ég hef alltaf hort á þessum hráefni og mínu veitingastað voru alltaf með skýr eftir... Já, ég minna, við til dæmis gerum eitthvað fyrir bara að segja hvað við skýra með svo. Já, það er nú ógleymanlegt. Já, og skýrburulei og við vorum með mjög skemmtilega forrétt á vorin sem við kallum Caprese Islandese sem voru tómatar hérna og nágrannar sveitafélagunum með hundasúrum og skýri og þá voru við bara með skýri sem var svo þurft að við gáttum sneitt. Það var bara eins og mozzarella ásturinn. Já, og ég sagði nú ekkert henni gríni við félaga mína sem voru þá að vinna hjá MS að þegar þeir ætlaði að fara út í svona stóran útflutning á heimsmarkaði þá spurði ég hvort ég vildi ekki kalla þetta heimskýr. Það fannst það ekki góð hugmynd en ég held að það hafi verið kannski versta hugmyndin á öllum því að núna alltaf farið bara skýr í hvaða kaupfélagi sko, hvað sem er Evrópu og við eigum ekkert í þessu þetta er allt misvont eins og maður segir og yfirleitt orðið allt svona sko, ég hefði alveg viljað hefði við komist á vagnin eins og gríska jógúrtin að menn verður þá bara að vanda sig að gera hreint skýr en í dag er skýr orðið bara eitthvað svona jógúrt fyrirbæri með einhverju bragði sko. En grísk jógúrt, hún er nú ekki öll góð sem er nú til. Hún er Og þeir að sumarleiti hafa þeir náð fetanum aftur þegar þeir voru búin að missa þannig voru allir að framleiða þetta. En einhver leiti eru þeir að ná því aftur voru ekki í Ísland. Gera það í gegnum sko UNESCO, það er hægt að gera þetta í gegnum heimsminjaskrána, þú veist. Og það er eins og með margt sko eins og með En ef við myndum á þessu með skýrið, að þá mætti MS ekki kalla sitt skýr. Nei, ekki samkvæmt skilgreiningunni sem við höfum yfir hvernig skýr sem er skýr. Og við höfum Þú fengir aldrei samþykkt á UNESCO. Hefur vottað það, þetta komst inn á presídíunni á Slófút 12-14 ára síðan eitthvað og það er bara skýrregla hvernig á að gera skýr og í dag er enginn að gera það þetta er erfiðara en það er bara sem ég er að segja það er bara eins að í dag er þetta svo mikið sko hagræðing er merkilegri heldur en hefðir sem við höfum ekki annars þar og nú hafa til dæmis Ítali verið að endurlífga gamla osta hjá sér og það er bara hort í hefðirnar
þetta ekki spurning hvernig auðvitað að framlega þetta, hvernig var þetta gert og við fórum eins nálægt í og við getum. En þeir eru samt, þeir missa heldur 2 til 6 osta á ári út úr sinni. Þessu kerfi, já. Og ég á 6 bækur sem eru svona, alfræði orðabækur ítalska osta og það alltaf færri ostar í hverju bók, Elsta sem ég á 1920 eða eitthvað. Þetta menning sem að fara. Það vantar 100 osta í nýjastu bókina með á hana, Þetta menning sem að deyja út. Já, hægt og rólega. En svo kemur alltaf, það alltaf ákveðin endurreisn. Endurreisnin í það okkur. Svolítið munur á því til þess hvernig svona endurreisn getur orðið í Frakklandi eða á Ítalíu eða hvernig hún var til þess í Bandaríkjunum. Það sem þetta var búið að þurrka út í allar hefðir og sömuleyti eru þeir svona á síðustu árum með að búa til nýjar hefðir og sækja til það var lánað. Það var lánað og mér alltaf fundist þess að við séum frekar á þeim stað. En við áttum samt og höfum ekki, okkar Julia Child sem náttúrulega, svo sem að kennir hérna eftirstríðsára kynslóðinni að elda mat sem að hét einhverjum nöfnum. Okkar Helga Sigurðardóttir. Maturútryggur. Og bara allt það. Gaf hún ekki bók sem heit Ber allt árið? Nei, það heit Ávextir og ber allt árið. Okay. Og má ekki hlæja henni. Ég á allara bækurnar, þetta svona áráttaðin. En Helga, hún er manneskja sem þarf að bera mikla virðingu því hennar hugsjón var svo að búa til skóla, ekki bara húsmæðra, kennara skóla, heldur það sem í Ameríkunni kallað home economics. Og hún þegar hún hún stofnar þennan skóla í hérna okkar húsmæðra kennaraskólan í kjallaranum í aðalbyggingunni fær kennarana úr íslensku og hinum og þessum til að kenna sínum stúlkum, íslensku og allt þetta og þetta svona heilsás skóli á sumrin hún með hópin á Laugavatni og rak í raun og veru svona eins og lítið útibú, svona heilsuhæli fyrir þreytta kennara með fjölskyldur sínar til þess að hafa gesti til þess að þær geta æft sig og var að búa til skýr og var að gera alls konar. Og svo fer hún út, það 1955, þá fer hún út til Bandaríkjanna í námsferð. Hún var tiltölulega velstæð kona sjálf, þannig hún gat fjármagnað þetta, en þá hún að kynna sér þetta sem að heitir home economics og á háskólastigi. Og hún í raun og veru fer með það til íslenska stjórnvalda að hún vilji endilega koma þessu inn í Háskóla Íslands að það verði til eitthvað sem heitir heimilisfræði á háskólastigi. Hún hitti aldeilis glerþaki þar, það var ekki nóg með það, þetta var bara sagt nei og ómögulegt. Þá var skólinn lagður niður í nokkur ár. En Helga, ég átti þessa bók náttúrulega, þetta ekki allt góðar uppskriftir og ég meina hún sumi sem að búa til matreiðslubækur eiginlega uppskriftasafnarar frekar heldur kokkar og þetta sakogrjónagrautur, heilhveitigrautur grjóna, þetta allt sami uppskriftin þannig hún alveg uppbygging líka að vera oft frekar hvernig hún getur bjargað eitthvað ráöfni heldur en að gera eitthvað aðeins hún ábyggilega ekki verið sérlega góð svo hún náttúrulega svo staðnar hún mjög fljótt en Julia Child held ég að hafa verið góð kokkur. Hún var nefnilega mjög góð kokkur. Og það bara, þegar maður lesa eins og ævisögur hennar og þetta allt sem til hana og líka hún var með miklu fjölbreyttari bakgrunn og hún skildi sísoni, við á Íslandi erum svolítið skökk, við erum svo illa ástæðabundin af því að við erum alltaf að hugsa að geyma eins og að vera umlegt ára næsta ára, þannig að það allir byrðir að eitthvað rabarbarasöldu og villibráða sísoni á Íslandi allt og seint að því að meðan að veiða villibráðana þá erum við ekki að borða hana og við erum alltaf að borða þurrkaða sveppi eða frostna okkur borðum ekki mennu tína og laxin bara ein máltíð þarna þegar það var svona smælki lax og smjör það bara svona ein máltíð ári minni mig það til dæmis eins og bara í kringum mig það er rauðmaginn og vorin hann nú eiginlega farin en maður bara þarf að hafa fyrir því núna en ég man líka hvernig það var þegar og þá fær maður líka tilfinningunni fyrir hvernig fólk brást við nýmetinu þegar á vorin, bara í gamla daga, hvernig líkami mannsins brást við. Íkorna hugsun, við erum alltaf setja björg í bú, þegar kemur erfið tíminn og eigum ekkert að borða þá erum við búin að rabarbarasöldu og eitthvað sem er búið að
Þetta var einfaldur matur, en samt var svona ákveðið vit í þessu, svona að setja edik á feita rauma. Já. En það var líka bara vegna þess að fólk bara gat ekki meldt þetta almennilega. Þetta gert allstað, þú verður að nota eitthvað á móti fytunni. En ég held til dæmis að, sko, og ég hef oft verið að tala um þetta, það er ýmislegt sem að mætti gera. Ég var einhvern tímann að röfula við þetta við Friðrik Pálsson hérna á Rangá, sko, verandi með sko, kartöfluagrana í kringu sig. Akkur ekki bara kartöfluhelgi? Akkur þarf alltaf að vera villibráðar eitthvað? Sko, það koma kartöflur og bara það ekkert betra heldur en nýjar kartöflur. Og í staðinn fyrir að þá bara hægt að hafa bara kartöfluveislu. Ég er búin að fara 2 kartöfluhátíðir annars vegar í Ameríku og hins vegar í Slóveníu. Þá það bara kartöflur allt. Þetta bara eins og ef maður fer til Frakland og svona, ég skildi ekki að ég hef komið til Líón nokkru sinnum og það var alltaf í janúar og alltaf eitthvað svona truflusísón, ég er alltaf sami matseðlinn hérna, en ég var bara alltaf á því sísóni. Talandi svona innvæðingu eins og með kartöflunar, ég veit ekki hvernig gullauga kom, sko, allt í nöru bara 95% af öllum kartöflunum gullauga. En núna aftur á móti farið að gera ég að fara að fá bláar kartöflur. Já, hvar? Í Matlandi? Já, það eru bara hinir og þessi sem aðeins að prófa. Já, Garðskjulega Reykjavíkur, það hefur verið mikið útsæð. Ég sé það hægt að fá það. Og þú vilt útsæð, þá ekkert mál. Það alltaf selt hérna. Hvað heitir það? Eins möndlur og svona. Möndlur, og nú ég farin að bara rækta mína möndlur sjálfar. Ég náttúrulega býð í Mosó og við erum okkar eigin garða. Við erum alltaf með. Og möndlurnar eru bara það minnsta mál. Það spretta rosalega vel. Og ég skil ekki af hverju fólk að borða vondar kartöflur. Ég næði ekki. En ég held líka, við vitum ekki náðu mikið, sko, fólk kaupir bara kartöflurnar sem er boðið bónus, sko. Ja, það er eitt, sko, því að við erum stundu dott í huga að vera með svona meiri, svona áherslu á neytendur og ég alltaf séð fyrir mér að því að við erum bara, það er svo fátæk, sko, við erum bara bundið með að gera allt í þessu stúdíu og svona. Og svo langar okkur stundum að fara svona út og ég séð fyrir mér að fara í búðir. Og ég kemst aldrei lengra að hugsa um þetta henni heldur að standa fyrir framan kassan á lauknum. Og vera að leita lauk sem er í lagi og dæsa svo að segja, þú veist hvernig stendur á því að fólk sem getur ekki sem selt lauk er með að opna búð. Hugsingur og það er sko betra quality á græmmeti á götuhornum í stórborgum í Evrópu heldur en í stórmarkanum í Íslandi. Það er alveg hryllilegt. Alveg bara svakalegt og þú veist, þegar maður skreppur aðeins til útlanda og kemst í einhvern almennilega matamarkað og þá kemur maður heim með sorg í hjarta og er bara nokkra vikur að jafna sig. En þetta er hjá okkur, ég meina við borgum brúsan. Við borgum brúsan. Þú veist, ef við myndum vera aðeins kröfu harðari, þá verða menn alltaf bregðast við. Að við myndum bara taka laukinn og hendunum í gólfið? Já, eða bara hætta að mæta í búðina. Frakkarnir myndum ekki að gera það, við myndum bara skemmi eitthvað. Já, ég veit það ekki, svo er líka þetta... En á hverju haldið það sé að kaupmaðurinn kom ekki hérna og hendi lauknum sem er ónýtur? Heldur láta hann vera fram í búðinni? Því það er séns að einhver kaupi þetta því að það bara sendir til að kaupa 2 lauka. Þú kemst ekki upp með þetta í fiskibúð? Nei. Þú getur ekki... Þú meiri sig að fiskur verður að vera svo ferskur að það má ekki vera það sem er kallað fiskilykt sem er bara lykt af gömlu fiski. Það má ekki vera inn í búðinu þinni, þannig þú mátt bara að selja ferska fisk. Þú kemst ekki upp með annað. En í grænmyndinu kemst upp með að selja bara eitthvað rat. Þetta er mjög sorglegt. En það er líka vegna þess að þið munið örugglega eftir því hvenær þeir smökkuðu kíví í fyrsta skipti. Þú veist, við erum ennþá á þeim stað að... En kífi var svo sem bara 9 árið til þegar við smökkaði fyrst skipti því að það var náttúrulega bara búið til og tilhörnarstöðu. Þannig að það verður til hana 1986 eða 4 eitthvað. Það er sambland úr hverju? Þetta er erðabreitt kínverst gæsaber sem að tíbúkibúar tóku frá Kína og þeir bara leikur sér eitthvað með þetta rannsóknarstofu, svo ræktu þeir þetta aðna og svo var svona hugmynda, það var óskað eftir nöfnum, það kom með kífi sem er einhver fugli á Nýja-Sjálandi sem er eitthvað mörgjaðs sem labbar getur ekki flóið og þetta er ekkert allir ekki 1984 eitthvað svona er matasagan að það er til dæmis ekkert að þeim sítrusávistum sem við borðum eru upprunalega ég meina uppruna mæsinn er svona til dæmis sagan sem ég heyri af svona salatgerð eða hugmyndafræðinum að búa til fleiri tegundir af salati var þannig að það voru fræ sett undir röntgengeisla
og þú veist, það var bara, þeir voru bara, fræin voru bara, já, skemmt með röntgengeislum og svo voru þeim sáð og svo urðu alls konar afbrigði til af því sem að voru með hrokkið eitthvað eða hinsegin eða reynið allt og haldið því svo gott Já, og svo nú eitt flottasta pælingin að það er búið að splæsa saman kartöfluplöntunni og tómatplöntunni þannig að þú ert bæði með sko rótagremmiti og ávöxt á sömu plöntu þetta náttúrulega af því þetta sama ættin og þetta hægt sko en það er svo sem ekki komið mikil árangur á það, mér finnst þetta mjög spennandi. En lifandi hefðir á Íslandi, að það dó út þótt að þessu að búa til skýr heima ykkur, þá eiginlega skýrhefðin, hún eiginlega dáin út. Hvernig ef maður getur lifað í samfélaginu, það er eitthvað svona 0,5% af fólkinu getur náð í hefðina, það er ekki svona lifandi, það er eiginlega, ég veit ekki. Þú nefndir áðan að það hefði verið svæðisbundið til þess með kornið og það hefði verið meiri rúgur á Norðausturlandi. Heldurðu að það sé ennþá þannig í dag að fólk á Norðausturlandi borði meiri rúg heldur en fólk í flóanum? Góð spurning. Ég held ekki en nema kannski í þessum höfðum eins og ef við horfum á laufabrauðið sko. Maður getur nánast hort á laufabrauðsviðskiptinu og sagt hún er þaðan. Já. Og fyrir utan á laufabrauðið er náttúrulega bara ákveðin stúdía út af fyrir sig. Náttúrulega ofboðslega merkilegt í einföldum matreiðsluvasakveri fyrir heldri manna húsfreyjur frá árinu 1800. Þá er ekki laufabrauðsuppskrift og það kemur bara sagt bara það þarf ekki að koma með uppskrift af einhverju sem allir kunna. Nei, ég veit það. Sem er eiginlega sem eyðileggur fyrir ykkur sagnfræðingunum. Algjörlega. Það er eiginlega aldrei skrifað matur sem að flesti borðu. Nei, en svo fer maður. Það er svo á að vera bara common knowledge, það er allir að vita. Já. Sko. Ég er búin að safna handskrifuðum uppskriftum núna örugglega í 30 ára eitthvað svoleiðis og það sem að sko uppskriftirnar eru koma af einhvers konar ekki námskeiðum heldur þegar að stúlkur voru settar sko voru veturlangt hjá einhverjum góður í húsfreyju eins og var hér að það voru margir svona heldri fólksheimili voru oft svona að það þótti gott að koma dóttur sinni í nám þar því að hún var betri kvenkostur eftir. Og náttúrulega við þurfum ekki að lesa lengi Dalalífi til að sjá að þetta er akkurat svona það sem allavega hefði með var fyrir norðan en og þetta er mikið að þessu kemur úr Borgarfirði og þetta er oft kannski, ég er að fá þetta frá 3. eða 4. kynslóð. Þetta erfist í kvenlegg, eitt af því sem sem er alveg svona klárt að það fari kvenlegginn og þetta er oft svona bækur, stílabækur eða einhvern svona kompubækur sem eru mjög illa farnar. Og maður sér að þær hafa verið mikið notaðar. Þetta er fyrirrennari þessara handskrifu matreiðslubóka sem að Kvennaskólinn lét framleiða, lét alla sína og líka fyrir norðan og Blönduósi og þær bækur getur tekið með sko nokkura ára millibili og flett og það eru sömu uppskriftir og sömu blaðsíður. Og það uppskriftir á því sem er algengast eða það bara uppskriftir af veislumatnum? Nei, það er bæði og ofboðslega mikið af verkunar útskýringum, hvernig átt að verka hluti og það er þetta er alveg í því og sérstaklega í þessum gömlu og þá sko farðu út og náðu þér í skrokk og bara byrjaði þar. Þetta er svona eins og í þessari ensku matreiðslubók farðu og slátraðu kálfi og það er fyrsta og svo er þetta og svo og aftur kemur þetta sem að maður áhugavert að það er þaulnýtingin þú veist, aftur og aftur kemur það sérstaklega í þessum sveita kompum og þá er verið að þaulnýta hráefnið og ástæðan fyrir því við eigum all þessi orði við sko Má ég pröfa eina kenningu á okkur? Já. Hún er þessi að þegar að sauðasannan til Bretlandsbyrjar já, hræðilegt að þá koma spekulantarnir að kaupa og það er stofninn fer úr bara 400.000 og 800.000 bara á 20 árum eitthvað og svo einn daginn þá koma þeir ekki og við setjum uppi með offramleiðslu
og þá spurningi hvað að gera við það. Það alls konar hliðasugur í þessu. Það var nú eitthvað sendur til Roquefort og ætlaði að læra að búa til Roquefortost og kom hingað og gerði tilraunir með það og það gekk svona. En síðan tekið bara ákvörðun það þarna 1930 held ég að við bara niðurgreiðum bara framleiðsluna til bænda. Bíðum þá til að opnist aftur markaður sem náttúrulega gerðist aldrei. Þannig að við framleiðum allt og mikið af kjöti. Það leiði til þess að Íslendingar það sem hefðbundið svona fátækraeldhús sem að borða ekki bara bestu bitana. Að það deyr út á Íslandi því að við erum bara eins og aðallinn, við borðum bara bestu bitana, hættum að borða lungun og heilan og alls konar svona dótri og svona fátækraeldhúsið þegar okkur bara fjarar út. Hvað segir þessa kenningu? Frú sagnfræðingur. Að hluta til get ég tekið undir þetta, hluta til get ég ekki tekið undir þetta. Vegna þess að sko, þá þurfum við að taka í raun og veru tilliti þess að það þarf að verka allt þetta kjöt. Og því að það slátrunin sko, það sem náttúrulega að við höfum alltaf verið að slátra á mjög stuttum tíma, bara einu sinni ári. Og við erum ekki með þessa vorslátrun, við erum ekki með unglömbin og þetta, við erum ekki notum ekki tíman til að í raun og veru borða unga lambakjötið eða eins og gert það sem að sauðir eru ræktaðar upp fyrir mjólkina þá ungviðið drepið og þetta með að verka og koma hlutunum í þannig form að það þarf að sko við erum komið með fristi, rafmagn og fristi á þessum tíma, þannig að það og þetta í raun og kannski svolítið að sko, þetta þá sett í einhvern svona sameiginlega fristigeymslur. En það kjötfjallið voru ekki bestu bitarnir? Nei, og svo... Hvað var kjötfjallið? Kjötfjallið var bara, voru frampartar og slög og ódýrarpartar á lambi. Jú, en við hættum að borða sko lungun. Já, það lungu bara komið út úr framleiðslunni. Það bara fer aldrei strax í urðu. Það var hlutið af kenningunni minni að við hefðum sko hætt þessari þaulnýtingu, þú varst að tala um þaulnýtingu. Ég held að það líka komið bara með því að við fluttumst í bæinn sko. Meðan að fólk var í sveitinni og þá náttúrulega var hort alltaf öðruvísi á matinn sko. Þetta náttúrulega út allan heim sko. Annað að við erum náttúrulega sko, það svo mikill svartamarkasbrask í okkur var og og þetta með það að á þeim tíma þegar fólksflutningar eru sem mestir að þá tengslin við sveitirnar þar sem að hráefnið og í raun og veru og sjóin þar sem að fiskurinn tengslin eru til og þannig að þú veist kanaliseringin á það alveg ástæði fyrir því að fiskbúðir þrífast ekki í sjávarplásum til þess að gera framöndi þetta. Fiskurinn bara ókipis. Og þetta líka, þú veist, hálfuskrokkarnir og heiluskrokkarnir og þetta og sameinast það að kaupa, þú veist, þegar að fjórir kallar skipta milli sín einu nauti, skiljum við, og þetta, en þá þarf að vera staður til þess að geyma þetta. Við erum líka, eins og þú segir, og það alveg rétt, að við erum alltaf að reyna við erum að búa til einhverja skemmur, þú veist, matarskemmur, handa okkur til eiga. Já, þú veist að segja þetta, þá man ég eftir að ég var í Vogunum, við fluttum þangað þegar ég var svona 8 ára. Og þá var í kjallaranum, það sem var núna fiskbúð Hafliða, þar í kjallaranum voru svona leiðir út fristi og það var á mínu heiminu voru keyptir ykkur skrokkar og hlutaðir og búið til slátur og geymt þarna í... Það var svona Akureyri líka, sko, allir sem voru í kaupfélaginu, þeir áttu sitt fristi hólf sem var aðgengilegt niður á sláturhúsi og... Það alveg eins stórkostlegasta minning sem ég á. Ég tók að mér að vera svona matráður, ég vil ekki segja þetta við hliðin á mentuðum kokk. Vann við eldamennsku í veiðihúsum, þarna í Langa og Mýrum rétt 20. Og ég náttúrulega hrokin og yfirlætið í mér það ég kunni alveg elda, bara góðu kokkur. Þannig ég réð mig bara í það að elda fyrir sko 18 manns. Já, þú ekki trúið hver hefur það þá? Já, þá og ég byrjaði bara á því að fyrsta sem að ég fæ í hendurnar lykillinn að frystigeymslu bóndans í kaupfélaginu í Borgarnesi og því ég opnaði inn í frystigeymsluna og sá hvað ég átti að elda, þú veist, sem að voru bara heilu háluskrokkarnir og svo bara, þú veist, bara fiskurinn og með netamörkum á. Af því það náttúrulega aðeins farið að draga fyrir rósin hann áður en að
Já, menn, berga sér. Já, nema að þú veist, og þetta er náttúrulega óbúslega lífsreynsla að fyrir svona þessa bæjarskellu sem að held að hún gæti gert allt að fara og horfa bara á hráefnið, bara í bara öllu sínu veldi. Þetta er líka orðið svona, ef við tölum þetta, við voru krakkar, þá munum við eftir að maður kom í kaupfélagið og þar sá maður sko fisk með augum og kjöt á beini. Þetta er bara horfið. Já, ég held að sé mikið heilsufarslegt mál að fólk hættir að elda með beini, hvort sem er fiskur eða fugl eða hvað sem er. Ég er alveg sammála því. Mikilvægt að við borðum sko það sem kemur af beinunum, sko. Soðið sem kemur af beinunum. Ég held að það sé bara eitt af því sorglegasta sem er dottið út. En að því að tala um að hafa unnið sem kokkur, að segja ykkur að elsti bróðir minn, hann er þjónn og hefur ekki veitingastæði. Svo þegar ég var blaðamaður á DFF, man ekki hvað ég var gamall, eitthvað 25-6 ára, og ringir inn í mig og segir, ég var að kaupa veitingastað. Og segir, nú, til hamingju með það. Já. Og ég var að ráða kokk, helviti góðan kokk, til hamingju með það. Herðu, það er einn gall í þessu, hann getur ekki byrjað fyrir en eftir 10 daga. Nú, það er mitt að ég hugað að þú er ekki til að vera kokkur. Og ég er alltaf lítið honum með að skulda honum mikið, þetta er elsti bróðurinn sem ég gekk mér næstuð í föðustað. Þannig að ég fór þar og þá kom kokkurinn og kendi mér svona sára einfjöldan mat og ég var þannig kokkur í 10 dag. Þess að hann getur opnað veitingastæðin. Það því að þú tala um að maður mætir í einhvern stað sem maður ræður raunverulega ekkert við. Já, nei, svo gekk þetta bara furðu vel. Þú lærið hellinga þessu? Ég lærið hellinga þessu og ég held líka að ég var sem í raun og veru að ganga í spór sem sagt ömmunar sem að hafði verið kokkur og náttúrulega bara í krafti sín sveita eldhús og ég held að hún og þau hafi líka lært svolítið af því að fá mig. Og því það var til dæmis, þá urðu til svona til dæmis eins og það væri heimabaka brauð með, þú veist, með súpunni, því að þetta var tvírætt að hjáttinu. Það verður að vera, þú ekki verður nema fyrir lyktin. Já, og bara það væri, þú veist, það væri bakað og til dæmis eins og það væri aðrar aðferðir notaði við að matreiða laxinn heldur en þessa einu borgfisku útgáfu. Herðu, Friðrik, þú er ekki veitingahús og þú hefur tekið þátt í starfi eftir fræðimaður, þú hefur tekið þátt í starfi slow food og fleira, en þú hefur verið að reka mötuneyti. Já. Og það er svolítið annars konar kunnahópur, af því það er fólk sem hefur kannski borðað hjá þér bara alla daga. Já. Og þannig að þú hlýtur að þurfa að einhvern veginn, ég meina ef þú værir Michelin stjörnukokkur, þá bara býrð þú til þinn mat og kemur eitthvað sterk efnað fólk sem á efna á að kaupa þetta helviti og borða þinn mat eins og það sé að kaupa bara eitthvað listaverk. Þú verður alltaf að búa til sama verkið árum saman, annars missur þú stjörnu, sko. En þegar þú ert elda fyrir fólk sem að borða bara hjá þér reglulega, þá þarf þú að aðlagið, þá er þetta að verða svona líkara eins og að gefa fólki að borða, svona eins og í heimilónum. Þannig að þú þarft að taka inn væntingar fólksins og svona. Og þú ert líka pínu ábyrgu fyrir fólkinu, þetta. Fólki borða á þér kannski megið þorrana matna sem það borðar á hverju viku, þú getur ekki bara verið að mála eitthvað eyðilagt heilsuður á einhverju drasli, sko. En að því við erum að tala um hefðir, og þá kemur fólk til þín með svona væntingar hvernig maturinn á að vera. Skynjar þau eitthvað svona, er eitthvað sem að kemur og segir, það er ekki með eitthvað svona íslenskan mat, eitthvað meira? Ég kannski, af því ég er nú svona algjörlega fordómalaus, þannig að ég einhvern veginn fyllt alltaf inn í þessum hefðum og svona, en jú, ég fekk oft skammir eins og ég var búin að útfæra mjólkugrautin algjörlega vegan, sko. Ég var oft Hvernig getur maður mjólkurgrautu vegan? Já, notar bara jurtamjólk í staðin fyrir venjulega mjólk, þetta er ekkert flókið, sko. Og svo er fullt af fólki sem er bara matvant og heldur að það sé, skilur, og er pirrað yfir einhverjum skrýtnum hlutum. Þannig að þú svona, ég veit ekki hvað að segja, þú veist, ég er náttúrulega, maður reynir að gera hlutina og svo, eins og ég var náttúrulega með einhverja 100 uppskriftir, mismunandi uppskriftir af kjötsúpu til dæmis og fólk á stundu pirraði því að þetta er ekki nákvæmlega sama súpan og síðast. En væntingar fólks mat og hugmyndir fólks mat, eini væri svona menningarleg eins og við erum svolítið að tala um. Að það veist, líklega væri við flest saman á því að besta leiðin til þess að vera bara að halda góðri heilsu og borða góða mat og hafa ánægju af því, er að borða í takt við svona menninguna og söguna og við erum það sem að forfeður okkur borðuðu og líklega er það hollast fyrir okkur. Ég býst að við gætum að samanlega það. En fólk hugsa stundum horfir á
á matinn og segja að það eru kolvetni og með eitthvað svona voðalega grófa mynd. Já, þegar fólk farið að borða bragðgóðar ammonjósýrur. Já, eins og það sé að taka lyf, sko. Sem að maturinn var náttúrulega á klaustrunum að þau verðum að fara svo í gamma. Það var allt krydd og fleira var uppálega, menn gerði enga greinarmun hvort þetta væri krydd eða lyf. Nei. Og líklega getur við líka orðið sammála það að maður eigi að borða matinn þannig að maður eigi að hafa næringaríkan og eitthvað fleira eins og maður sé að halda sér heilbrigðum en stundum finnst manni sko hugmyndin mat vera orðið þannig að það sé svona eins og að setja að finna svona einhverja efnafræðilega lausn á því hvað ég eigi að borða. Svo alveg búið að taka sko í raun og gleðina við að borða matinn af því ég held að það sé kannski skiptir kannski mestu máli oft sko. Hugsaður hvað er orðið... Þú ætti ekki bara að borða til að lifa sko, þetta þarf að vera líka eitthvað upplifun sko. Svo er þetta það að við séum að borða á hreyfingu. Hafið ekki tekið eftir því að fólk er... Eða vera á beiti í ískapnum bara? Já, eða þú veist, til og með eins og bara að ganga í gegnum Manhattan eða einhverja ameríska stórborg og fólk neytir matar síns á hreyfingu. Og þegar maður gengur í gegnum bæinn hér... Eða drekkur matið sín. Já, eða drekkur, já. Mér skilst á meldingasérfræðingur að það sé nú eitt stæðsta vandamáli að fólk er alltaf að drekka matið sín og það er... Það er betra að borða appelsínuna heldur að drekka appelsínuna. Já, algjörlega. Og ástæðan er svo að þú þarft að taka trefjarnar sem eru með. Já, líka bara gefa... Sko, þú deyrir bara á því að gefa þér ekki tíma til að borða. Ég held að það sé bara dánarórsökin. Ef þú gefið þér ekki þenn tíma til að borða, horfa matinn og hugsa ykkur sko, svo þegar fólk er komið í algjör af öng og þarf að fara í alls konar einhverja núvitundaræfingar og annað, þá er fyrsta æfingin er það að borða rúsinu. Þú veist, þú átt að horfa, fá þér eina rúsinu, setja hann í lófan, horfa á hana lengi, þefa henni, svo átt að setja hana upp í þig og finna áferðina, svo átt að tyggja hana hægt og svo máttu renna sér niður og þetta er svona, þú veist, þetta er svona ein fyrsta núvitundaræfing sem maður er gerð. Hafið þið ekki heyrt þetta? Nei, mér minnst þetta ekkert algalið. Ég segi stundum við fólk sko að þessi flesti borða kannski segjum 3 á dag. Þetta er sko sterkasta náttúruupplifun sem þú getur fengið. Þú getur farið að labba á Esjun og allt saman, en þú ert að borða 3 á dag, þannig að það er eins gott fyrir þig að nýta þá náttúruupplifun sem að maturinn er. Hvað séu það þessa? Já, ég held að það sé mjög snið. Ég er algjörlega samanlega. Ég held að við höfum tapað rosalega miklu þegar sko fjölskyldur hættu að setjast niður við matarborðið og leið taka þennan sósíal hlut sko. Sitja öll saman og borða. Þetta er farið í dag sko. Þetta er eitthvað sem að ég er svo ánægð með að afkomendum mínir halda mjög fast í. Ég á sem sagt fjölskyldu bæði í Þýskalandi og á Íslandi og þetta er sem sagt 3 fjölskyldur og þar með börn og þetta er sko ofboðslega sterkt að sitja við kvöldmatarborðið og borða saman og það er þegar einn tengdasonur minn kom inn í fjölskylduna það fannst honum alveg stórskrítið að sitja með okkur til borðs því að við töluðum svo mikið matinn sem við vorum að borða. Og þetta fannst hann bara, hann hafði aldrei bara upplifað annað eins. Það væri ekki bara verið að borða, heldur að tala hann. Ég held að sé til að spáni hugtak sem er það þegar maður situr eftir og er að tala eftir að maturinn og maturinn er á borðinu, þannig að þú ert ekki búin að taka hann og heldur áfram að tala. Þeir eru mér sett að hugtak yfir þetta. Já, ég trúi því. Eftir máltíðar samtal. En ég held að skipti að því að hún tala mötuneytið á hann og svona. Ég held að skipti rosalega miklu máli líka að bæði sko skólar og elliheimili sérstaklega og svo náttúrulega vinnustæðir eyða eins meiri orku í það að hafa mötuneytin góð og kannski meiri tíma og svona, þú veist. Nú erum við að reyna að vanda okkur að gefa... Já, ég minna að við erum að reyna að vanda okkur við að láta krakkana borða í skólanum og svo eru þau í einhverjum íþróttasal sem að sko eru að háa á læti og matatíminn er hálftími. Þú veist, í staðinn fyrir eins og þetta er úti, bara hefur dundari við þetta og nýtur þess. Já, ég held ég að við nú sagt að eitt áður hérna við rauðaborðið að Martin Luther gamli siðabótamaður, hann sagði einhvern tímann að djöfullinn kennst ekki að manni sem er með góðan mat í maganum, í góðum félagsskap og með góða sögu á vörunum. Þannig að hann er eiginlega að ná þessu. Þetta er eiginlega bara, við erum eiginlega heilög í þessari stöðu að það kemst ekki illt að okkur. Þetta er eins og stundum er sagt sko að maður heitir aldrei fúlamann í sundi. Nei. Það er bara einhvern veginn, kannski er það þannig að menn eru tuðandi í hitapottunni. Ég held að segja bara aðalega gufu. Gufu, það er ekki... Sko það er náttúrulega, ég meina að þetta þessi pólitíska umræða í heitipottunum, þú veist, hún einskorðast við einhvern ákveðin tíma, en svona
Já, ég veit ekki, þetta náttúrulega kannski öðru sér kallaklefan, en sko töðmundarnir, þeir eru, ég finn fyrir því að þeir töðu í kuðu. Við eigum, hugsaðu ykkur til dæmis, nú eigum við þessa brjálæðislega flottu sundmenningu þar sem að fólk kemur saman og situr saman þar. Við eigum ekki þessi sameiginlegu menningu í sambandi við mataborðið og við erum að tala að fjölskyldunar, bæði fjölskyldunar að minnka og hættar að vera í raun og gefa sér þennan tíma til að borða saman. Ég held samt að þetta sé að lagast. Unga fólki fer meira. Já, vonandi, en svo kemur þetta. Og kannski meira að hittast eitthvað, það ekki endilega kannski þetta að borða mikið. Hittast og borða kannski grunnfaktorinn, en fólk að hittast. Það eitt form sem orðið til sem að tengist að reyna þrá fólks eftir þessu og einstaklingshyggju sem eru matarhallir. Þannig að fólk getur sittið saman og enginn að borða það saman. Ég held að það hafi orðið, þetta fyrirbrigði hafi orðið til á okkar tímum. Sko, ég verði aðeins að tala hvernig, þegar ég var bara í mínu B.A.-námi í sakfræði, þá voru svona tveir kennarar mínir sem voru meira áhugasamir mat heldur en aðrir, annars vegar Gunnar Karlsson og hins vegar Guðmundur Jónsson og Guðmundur meira svona hagsögufræðingur en jú, það var að ná honum upp í matarspjall heitt og þetta en svo hann var svolítið komið hingað virkilega, þetta er sérstaklega sko með árunum þá hefur hann einmitt svona aðeins svona labbað út úr þessum hagtölum sko en Gunnar var aftur á móti svona mikið svona velti mikið vöngum og ég man eftir því einhvern tímann þá ég alveg sko bara alveg með einhverja dellu mér langaði svo í svona tilrauna hlóða eldús til að vita hvað það tæki langan tíma fyrir sko helluna heitna og sko hvað þyrfti hellan að vera heit til þess að það væri hægt að baka flatkökurnar og hvað þyrfti, hvað væri málið með sko bara orkunotkun og eldi við hitt og þetta, eitthvað sem að þú getur hvergi einhvern veginn fengið neinar upplýsingar og við erum einhvern veginn og ég tala mig þannig heita og bara orkuskortin og þetta hlýtur nú hafa bara verið þannig að þau hafa bara sett sko kjötið sem að gekk undir nafninu slátur og slátur miklu víðfemara hugtak heldur en nokkuð tíman að þetta hafi bara farið hrátt í súrin og hann keypti þetta á endanum og svo kom ég í næsta tíma þá hafði hann örugglega verið búin að hugsa málið að tala við Silju eða eitthvað og nei, ég get nú ekki keypt þetta, ég nú alveg, þetta þeir hljóta hafa eldað matinn áður settin í súrin. En sko þarna eins og ég segi, erum við bara einhvern veginn að velta vöngum yfir einhverju sem við gátum einhvern veginn ekki koma okkur saman. Mér finnst þetta að vera svolítið líkilatriði þegar maður er að velta fyrir sér hvernig fólk borða áður. Að það var eldi viðarskorturinn og fólk var að elda á með mjög veikan þú getur ekki fírað upp og það hljóta hafa verið elda okkur rosalega langa tíma því að svo kemur rafmagnið og raffaeldavélin og þá umbreytist hvernig við eldum til dæmis lambalæri þar sem bara sett á 210 í 5 korter eitthvað og þetta ekki hefðbundin íslensk aðferð við að elda lambakjöt. Nei, og það sem gerist það fylgir fiskur rafvæðingarinnar náttúrulega sko til dæmis eins og í Öræfunum var rafmagn komin sko löngu áður heldur en það kemur svona almennt annar staðar. Þau höfðu bara, náttúrulega að höfðu alls konar hugmyndaflug til að búa til alls konar rafmagnstæki. Ég hef séð mynd af hrærivél sem eiginlega eins og bor og það þeir búa til frystikistu úr svona kassa og ýmislegt og þannig með rafvæðingunni svo þarf að kenna fólki á rafmagnið og þetta og þá gefin út bæklingur sem heitir rafsuða og þetta eitt af því skemmtilegasta sem ég hef fletti það er þessi sem að kenna fólki einmitt á þetta. En þegar rafmagnin kemur þá kemur náttúrulega svona eðlilega svolítið svona óhóf, þetta svo
klikkað, sko. Þannig að það bara allt fýrað upp, allt eldað á miklum hita og einhvern veginn, þetta eins og þegar gerbaksturinn kemur og strókar út súrdegsbaksturinn, að þarna kemur rafmagnið, hann bara strókar út einhverja hefðir sem að, og þú ert þarna klóraður í kollinum öld seinna, hvernig í veröldinni elduðu á hlóðum, það sem eiginlega engin almennur hiti. En það ekki svolítið líka við erum svo nýjungagjöld, sko, svo þegar maður ekstra við Miðjarðarhafi, sko, þá þetta alltaf gert eins og þar var, sko, tæknibyltingin var bara til þess að fólk útfærði gamla matinn inn á það, sko. En sko, svo til dæmis eins og þarna, þegar maður þá fer að lesa í raun og veru eins og Íslendinga sögur og eitthvað svona, bara með glerugun opinn, þú veist, setur upp matarglerugun og fer að lesa, það náttúrulega óbúslega kallagt allt saman og lítið gerist, en það til dæmis talað heita mjólk. Og sko það sé gott að, það er gott að fá heita mjólk. Okay. Og þá eru sætt heitir steinarnir eru hitaður og settir í mjólkinu og þannig eru hituð upp. Þetta hef ég bara, þetta er í raun og veru meins einfalt. Annað eru þessi móðsuða. Og sem ég held að hafi verið, sko, ég meina þú reynir að búa til einhvern eld eða einhvers konar glóð eða eitthvað og setur svo það sem þú ætlar að elda og einangraða og móðkassa eitthvað. Og fyrstu raffaeldavelnar eru með skúffuna sem er móðskúffan. Það sem hún notar hitan sem hún ert búin að hlaða upp í eldavélinni. Þetta komið náttúrulega líka inn á þetta praktískur matur, þetta er svo víða við Miðjarðarhafið það sem að, eins og maður upplifir í Frakklandi, hann í Víni og svo framvegis, þetta er alls konar réttir sem að var hreinlega bara hent inn í volganopnin þegar maður fór út á akurinn að tína ber, sko. Það var enginn að fara að sinna þessar eldamennsku næstu 10 tíma. Og líka þetta til dæmis og margir réttir sem eru öfulega svona. Það sem eru oft tengt laugadögum, af því að þá voru þorpsofnar sem voru hitaðir og bakað brauðið sem máttur ekki gera það á sunnudegi. Þannig að það eru á laugadeginu og þá var hann að fjara út og þar eru til þessi réttir. Og þetta með það sé til eitthvað sem heitir bakari á staðnum og hann býður fólki að taka móti, þú veist, leirofnunum öllum, þú veist, sem er í raun og veru ekkert annað en þetta. Og svo ferðu heim með þetta og tekur upp blóðfluttu. Nú er ég ekkert rosalega gamall, en þegar ég menn eftir nokkrum máltíðum, eins og niður var ég á Flateyri, allir hafði ekki verið svona 7 ára og það var harðfiskur. Og svo kallinn var með reyktan rauðma og gaf með í staðinn fyrir smjörið. Ég er búin að vera að leita að þessum reykta rauðmaða síðan en ekki fundið hann. Af því að þeir reyktu rauðmaðni sem að mér eru búið upp á, það hefur bara verið vondir. Þannig að... Ég hef prófað að sko heitir ekki, ég hef með reykofn, 2 reykofna. Þetta var bara reyktur lekið af honum fitan. Ég nú reyndi að nota rauðmaða, reyndi að nota hann sem svona stofn í fiskisúpu. En það var ævintýralegt, sko, það var svona stór pottur, ég var elda fyrir mikið af fólki. Ég held að sko fitan sem kom á honum hafi verið eitthvað svona í pottinu. Rosalega er þetta feitur fiskur, ég bara... Annað sem að því við vorum svona frekar fátæk, þegar kom svartfugl. Ég var svo glaður. Maður fer ekki svartfugl í fiskbúðum eða... Jú, það hlýtur að vera einhverju tímar en þetta er allavega til í mínum. Þú maður verður að blikka. En af hverju er ekki bara svartfuglin bara í frammi í búðinni? Frábær matur svartfugl. Já, kannski að því að... Hann er svolítið erfiður að geyma hann eða ekki. Er ekki eins og oft er við svona... við held ég sel og eitthvað fleira að fitan í honum með fljóta þrána. Jú, þetta verður að vera fest. Undir vatni. Þú þarft eiginlega... Geymd undir vatni. Já, svo bara rífur hann strax og hann skóla hann upp úr sjó, sko, og svo var hann bara fristur, þess vegna er þetta alltaf til frosið. Þetta tekur bragðið, þetta er svolítið eins og makrillin, sko, hann er æðislegur nýveittur og ógeðslegur eftir 3 daga, sko. En svo eftir við vorum að tala með að það væri sæðisbundi matur og eitthvað. Við erum hlægið nú mikið af þessi hjónin til 40 ára. Hann er fæddur alveg upp á Akranesi og ég er með mjög sterkar tengingar suðum í sjó og með trillukalla í fjölskyldinu alveg bara nánast fram til þennan dag. Ég er alveg upp á því að borða allan fisk. Mér er þess að soðna síld. Þú veist, og allan fisk, alveg sama hvað.
Það er eitt sem að við möttum vera betri í elda sem síldin. Alveg bara, já. Það er allir betri í síld nema en Íslandi. En er það ekki að því að... Frakkar eru miklu betri, Danir eru miklu betri, við erum ömurlega í síld. En er það ekki bara því að við fengum svo góða pening fyrir, er þetta ekki svo þorskurinn? Þetta er nákvæmlega, þetta er alltaf það. Við fengum pening fyrir með að flytja þetta út. Þess vegna áttu við ísuna. Og það er nú ekki langt á milli Akraness og Reykjavíkur. Á sama tíma þá er Heimir alveg uppi það að borða allan fugl. Og það var einmitt þetta, svartfuglinn, hann kom bara, þú veist, í einhverjum... Og lóan. Jafnvel soðin í hamnum. Alveg bara... Mófuglinn. Já, við förum með það eins og mannsmorð ef það er svolítið smakkað. Ég meina frakkandi borða mófugl. Já, en til dæmis eins og einhvern tímann þá var ég nokkuð mikið af villimönnum í kringum sem er að veiða ýmislegt. Og við ákváðum að skilja ekki stokkandarparið að í dauðanum og velduðum þau saman. Já, þannig, en þú veist... Þetta er verið konið út í játningar. Já, og pókaöndin, sko, þú veist, það að elda pókaönd, það er bara alltarungi. Þú veist, það heitir allt eitthvað. Er það en talandur svona sem að mann eftir í æsku? Mér myndi að hérna hafi verið svona ufsabollur, hafi verið ufsi að verið notar í fiskibólur. Þannig ég fer í hérna fiskbú, ég held að þetta er miðbær núna, þannig ég held að hún hafi skipt eitthvað með eigendur og ég kem þarna inn og segi, heyrðu, áttu nokkuð ufsa? Kemur þú, segi Karlinn, kemur þú? Nú kemur hérna og spyrðum ufsa og hvað ger ég? Ég finn þér á fiskmarkað og kem með hérna ufsa og er með hann í borðinu á morgun. Kemur þú þá? Nei, þú kemur ekki þá. Það verður ótrúlega skemmtilegur. En þá var ég að leita og labbaði á milli fiskbúða og var að leita ufsa. Mér langaði bara að hvort að ég kannast við bragðið og þetta er svo svipað maður kannast við bragð sem að maður mann í hérna í æsku eins og til dæmis þegar það var hægt að kaupa varphænur og hana ég held að verið brúnegg sem að mánu ég var unglingur, ég borðaði kjúklingi fyrst skipti það var alltaf bara unghænur Já, ég veit það og það var, ég held að brúnegg hafi verið með þetta og maður má ekki nefna það út af því máli en ég smakkaði hjá honum þá allt í einu bara, heyrðu, þetta er kjúklingabræði frá því gamla að þá var það áður en að raunverulega stofnum klofnar í varphænur og holdakjúklinga og bragðið sem að ég man eftir úr æsku, það er hérna en ekki í holdakjúklinga, þeir eru bara eins og pappir sko. Og þetta fylgir hérna, þá, ég veit, amma var með hænur þannig að hérna að þetta var Hænar var ekki eldur fyrir að hún var hægt að gefa egg sko. En svo var fékk ég stundum heldur að það hef ekki verið ræktaðir aðeins og hani víni er til dæmis unghani sko, það er ekki gaman hani eins og fólk heldur kannski Svo hérna var stundum kom eitthvað smygla af vellinum það svona fylgir því að vera sunnan með sjó smyglið af vellinum og þar er sérst hinn, það var hænan, eða kjúklingurinn sem kom af vellinum. Hann var sérst kannski 3 sinnum stærri heldur en sko unghænan sem kom frá ömmu. Þetta var 3 sinnum stærra fyrirbæri. Og kannski 3 sinnum bragð minni. Má ég þá spyrja einu sem að ég las eitthvað tímann í Kanada? Það var þannig að matur er bestur þar sem hann er á mörkum þess að því hægt að rækta hann. Besta teð er hæðst í hæðinni, besta vínið er einhvern veginn á svona mörgum, bestu ólífurnar eru þar sem áeiginlega ekki að vera hægt að rækta ólífur. Þetta myndi líklega þýða það að við ættum að geta búið til alveg ótrúlega góðar bara gulrætur og alls konar svona dótir í. En við erum ekkert mikið í svona tilraunum við að reyna að búa til svona eitthvað svona extraordinary gott hráefni. Sko ég held að til dæmis á því hún nefnir gulrótaræktun, þá er hún bæði miklu meiri núna, svona almennari gulrótaræktun. Yrkin sem við erum að nota eru miklu bragðbetri og ég fæ allavega sko svo alltaf þessi ylrækt og við erum að fá það er ótrúlega sandræktin ótrúlega langt sísón hjá okkur í gulrótum það kemur þessi smá hlé á milli þegar ylræktin er búinn og áður maður fara Freyr, hvað segir þetta að það séu til að baka eitthvað kokk þarf að vera sko góður bóndi og góður ræktandi Já, ég held að vanti svolítið okkar að sko víða annars staðar í kokkaskólum þá er kokkanámið tengt ræktuninni og eins og Ítalíu þá þurfa allir sem læra kokkinn, sérstaklega á Norður Ítalíu þeir fara allir og skilja aðeins ræktunina og þá náttúrulega breytist nálgunin og ég finna bara eins og þeir sem voru vinni á mér við náttúrulega vorum með svakalega maturstekar hjá tengdaföðu mínu sem átti að gjöra þarna réttur utan Akureyri og það ræktuðu við alls konar kartöflur og kál
og hundarsúrur og alls konar hluti. Þannig að þeir sem voru að vinna í eldhúsinu þurftu að átta sig á því, þurftu að fara í stígvél annars slagið og fóra að ná í eitthvað. Og það gefur þessu fólki bara alltaf að vít, sko, af því að gulrót ekki bara gulrót, sko. Og ég man alltaf þetta reynu, ég fekk eins og ameríska, það var kona sem skrifaði veitingastað, Amerikani. Ég hitt hana nokkru sinni síðan. Hún kom til mín þegar ég var nýbúin að opna bara á Efri Hæðinni á Kaffi Akureyri og hún hérna síðsumars, ætlaði ekki verið, já, hugsalega, nálgast Vesturmelgi. Og í Amus smakka undan gaf ég henni eina svona kartöflu með smjöri og salti. Og hún horfði á þetta og hugsaði, hvaða hálfviti hér inn í eldhúsi, sko. Og svo borðaði hann þetta er ennþá besta kartöflan sem hann hefði borðað, en það tók ég hann upp bara samdægurs. En kokkur sem hefur þann sans að geta rækta, hann náttúrulega veit að kartöflan ekki aldrei alveg eins, en það kannski öfugt það sem ég var nú að tala eins og Michelin staðinu, það sem allt þarf að verið skrifað það er ekki til meiri matarsóun heldur en á þeim stöðum sem bara helmingnum henta því að réttur verður að vera með gulrót sem akkurat svona. Og þú tekur bara abnormalt þau bara í burtu. En reyndar Michelin má eiga það, þú veist, að vonandi leggja núna áfram meira áherslu á þessa grænu stjörnu. Ég segi fyrir mig það, ef ég vel að fara á Michelin staði þetta, þá fyrir bara það sem menn eru með grænu stjörnu. Ég fór, ef maður notaði Michelin, þá fór maður á staðin sem að fengu bara, ég man ekki hvað það var, eitthvað svona kokkahúa eða eitthvað, sem að voru bara svona value for money. Sem er bara sæmilega góður staður í þessu héraði, en þetta, með þetta úrkynjun, þessi stjörnukokka Tildrið. Alveg. Ég vil láta breyta sig, ég vil líka að taka inn í mengið hvernig ferðu með fólki sem vinnur hjá þér, hvernig nálgastu byrgjana þá myndi nóma ekki skora hátt. Nei, það er bara fullt af stöðum sem eru bara ómanniskilegir og þeir eru líka í Íslandi, sko. Ég að því að þegar maður hafði áhuga þá fór maður náttúrulega í gegnum svona mikið af þessum stjörnukokkum og þeir eru misgóðir og þeir eru náttúrulega mjög skóðir í því að sko miðla og það nýtast manni mismikið. Kannski það bara persónubundið með þess að hann Keller í Ameríku alveg frábæra uppskriftir sem hann gerir og ég held að mikið af mat sem hann bjó til. En sumir eru bara eitthvað staðar út úr túnni. Svo var ég svolítið leiður á þessu og svo komið svona alls konar tískur og svona í þessu og svo var ég að þvæla svona YouTube og svo staldraði ég við eina tegund af umfjöllunum mat sem að mér fannst vera fallegur. Þá var það svona ítalskir menn kannski komnir yfir fertugt, byggu ennþá hjá mömmu og voru gengnir út og það allt fyrir að renna upp fyrir þeim að býta mamma verður ekki eilíf og kannski verði ég einhvern tímann að finna með konu og auðvitað vil ég þá að hún eldi matinn hennar mömmu en af því að ég geng svo seint út að það nær mamma ekki að kenninni þannig ég ætla að taka upp myndir af mömmu að elda og þá það að taka myndir af svona venjulegum gömlum ítalskum konum og þetta er svo fallegt líka vegna þess að sá sem er í mynd elskar svo þann sem er að taka myndina og oft er mamman svona grömpi svolítið svo það þannig að þannig að sá maður svona tækni ég man eftir einni sem var bara með borðhníf ekki með bretti eða neitt og hún eldaði allt bara með borðhníf það til dæmis eins og afrísk vinkona mín sem er mjög mikill kokkur og hún notar lófan hún saxar allt í lófanum hún notar, þú veist, af því það er bara svo mikil smittætta af öllu og þetta er en er þetta ekki líka hefðir? Ég hef náttúrulega að sögu sko já, það sá maður bara einhverja hefðir sem maður vissi ekki sem það væri til hún skjón sem að voru að sjóa jólahangikjötið og konan sagði, já, við erum að láta saga læri í tæmt og sjóðu 2 pottum og hann fyrir að spáði, býti, hvað er það? Hann spyr tengdamóði sína, býti, hvað er þetta? Akkur gerir þetta svona? Ja, þetta er bara alltaf gert svona, þannig að hann spyr ömmuna. Hún sagði, já, þegar ég var að byrja að búa, þá átti ég bara svo litla potta að ég þurfti að nota 2 potta. En ég held að sé mjög mikið þannig allan að sko, það er einhver hefð sem fer að stað og enginn er spáir í nákvæmlega. Þú þarft að í raun og vera að fara og leita, sko, þetta er svona eins og að leita rótana. Að önnur svona til dæmis, sko, þú gerir ekki svona, þú veist, nei, af hverju þú veist með hangikjöt. Þannig hafið prófað að grilla hangikjötstöður. Nei, ég er ekki nýtt grillari reyndar. Hefur prófað að grilla hangikjöt? Það er ekki alltaf salt eða hvað? Það virkar samt alveg, þú útvatnar það bara á þér, sko. Já. Og þú veit í sneiðum, það en þetta er ekki öðruvísi en það er alls konar reykt svín, ekkert grillað. Já, ég sé það. En bara þetta, sko, þú veist, af því þú bara kemur fram við þetta, þú gerir ekki svona við hangikjöt.
Ein mesta matarupplifun sem ég man eftir, ég var í Reykjanesskóla við Ísafjarðardjúp þegar ég var hér 9. bekk þá, þetta er árið sem maður verður 16. Og það voru held ég bara 14 réttir yfir veturinn og það voru 11 sem voru semst oftar en einu sinni, 3 sem hafðu bara verið einu sinni og ég var formaður nemendafélagsins og við vorum að berjast fyrir því að fá ferskt grænmeti og ávexti þannig að það var alltaf gengið á kvöldin og gefið mjólkurglas og keks þannig að við fengum það inn að ég hafði bara óttaðist að fá skýrbjú sko, að fá ávexti. Hann keypti síðan reykt hrefnukjöt sem hann hafði með svona uppstú og eitthvað svona, svo þetta svolítið leiðigjarnt, þannig að fólk hans átt að borðuðum ekki mikið að þessu. Og þetta hvarf. Svo komum við niður og þá var kjöt í raspi og allir verið rosa ánægð kjöt í raspi. Svo skar maður í það, þá var það helvítis reykta hrefnukjötið í raspi. Og svo það verið að blekkja fólk, þú veist, það eins og einhvern tíma þegar ég var lítil og það var einmitt, sko, hélt það var svona kartöflumús og búið að setja svona, þú veist, rautt kjöt sem ég hélt að væri hangikjöt. Og systir mín sagði, já, þetta er bara hangikjöt og þú veist, kartöflumús og hangikjöt, æðislegt eitthvað. Og það var þetta saltkjöt, þú veist, og þú veist, ég gleymi svo aldrei, þú veist, það blekkja mann. Saltkjöt og kartöflumús, það er lapskás, já, jú. Það getur þú góðum að. Já, en ef ég verið í Noregi, þá fæ ég mér lapskás. Já, en ef þú heldur þú sért að fara að borða eitthvað annað, það er þetta, þú veist, ef þú hafi verið blekktur, það til dæmis eins og bara þegar ég smakkaði í fyrsta skipti, sko, saltaða kartöflumús en ekki bara sykraða. Skilur að þetta, þegar, þú veist, þessi sykurmagn sem að, sko, við erum náttúrulega alveg upp, eða er alveg brjálaður. Ég er náttúrulega alveg upp í kokkafjölskyldu, það var aldrei sykur í kartöflumús, það var muskat. Já. Og engin sykur? Nei. Nú, ekki svona til þess að brjóta aðeins svona, en notar þú að búa til, tómatsósu, svona ítalska, þannig að það er ekki smá sykur? Nei, en ég nota sætu, sko. Já. Þá nota ég kannski. Akkur notar ekki sykur? Ég er bara sykur einhvern veginn. En í espresso, notar þú sykur í espresso? Nei. Ég held að Ítalandi segi sko að lífið er nógu beist þó við sleppið ekki að setja sykur í kaffið sko. Já, reyndar alveg, það er tvær sögur sko, út á Norður Ítalíu þá þeir eru minna fyrir að nota sykur út í kaffið sko. En Ítali sko, þar er það bollin sko. Þú veist, alveg Ítali drekkur helst ekki kaffi ekki úr leirbolla sko. Já, það er námálið. Og gefðu þið bara tímana. Ég reyndar, það er eitthvað sem ég tandi mér eftir ég vann á Ítalíu að ég drekka ekki kaffi, þú veist, ég nýt þess að drekka kaffi. Ég tek fyrir eitthvað pásu, drekka á það kaffibolla og fyrir svo aftur að vinna. Ég er ekki með eitthvað svona sull upp á hitt. Það er ekki með svona fant. Þannig að ég kalla það dekkjavegstæðiskaffi. Það er að koma aftur svolítið, ég held að. Það getur verið þannig að hefði komið, þannig að við náum að taka það aftur, dekkjavegstæðikaffið. Versta kaffi sem ég drukki, allt til að gera smá, ég var kennar í verkmenntaskólanum Akureyri nokkur ár og skólinn náttúrulega bara einni hæð og er frekar svona út allt, þannig að það var farið með svona pumpur inn á alla kennarastofur í öllum öngum. Þannig að sko uppáhalda kaffi var kannski síðan 9 morgunin sko, 3 eftir hádegi. Þetta var alveg dáið. Ég veit ekki, hiti á mat, við vorum að tala um það. Já. Ég held að það hefði verið Otto Lengi sem er eiginlega bakarinn í Tamini eiginlega svo sem á þessar góðu uppskriftir sem er palestínumæðurinn. En ég veit ekki, það er kannski rofna á milli þeirra núna, ég veit ekki, en Otto Lengi er bara með svo flott nafn. Hann sagði einhvers staðar að maður ætti að borða mat sem væri svona frá líkamshita niður í stofuhita. Sko þarna og þetta er rosalega tengt uppeldi. Að borða hvaða hiti er. Þetta með að kartöflurnar séu orðnar kaldar þegar þetta er bara svona eitthvað sem við erum að vesanast með bara við eldhúsborðið heima. Af því við erum á allt sitt hvorum staðunum í sambandi við heitan mat. Já. En ég segi þetta stundum við börnin mín. Já. Vegna þess að þá segi ég að ef þú myndir borða ís sem hefur bránað, þá getur ekki borðað hana þegar hún er svo sætur. Af því að ef þú ert með eitthvað sem er óvinnu kalt eða óvinnu heitt, þá berða miklu meiri bæði salt og sykur og eitthvað fleira. Þannig það er langsniðust að borða matinn bara þarna á þessu svæði sem við hefum Otto Lengi fyrir því. Hvað segir þetta, Kókur? Já, elsi talsið til þessu. Og líka veltið fyrir ykkur, ef þið farið á svona mikið af þessum veitingastöðum þar sem að menn eru að hugsa mikið eins og á fettök og
þá eru menn mikið að sko, öll pælingin áferð og hitastig og mjög algengt sko þetta fór á millinstað þú ert ekki alveg viss hvort þú ert að borða heitan eða kaldan rétt sko það er inn á milli þar er bragðskynið öflust og svo náttúrulega svona að ég man nú eftir einni pælingu sem ég eyddi miklum tíma í að stúdera humarsúpu og en sko það er einu skipti sem að saltmagn íkist við kulda og gerir bara gömlu góða humarsúpuna sem er bara æðislega eins og við gerum sem er oft bara svona espressobotli en þegar við fristum hann í ísvélinni og gáðum þeim svona ís þá var hann brimsaltur þannig að það svona eiginlega stangaðist á við kenningarnar að kuldi myndi bera salt betur þannig að en ég held að þetta sé alveg til í þessu og líka bara annað, ég meina velti fyrir ykkur hvað það er skemmandi þú sest niður og byrjar að borða og þú brennir þið á tunguna þegar maturinn alltaf heitur þú veist, þá er líka bragðskynni farið og hérna upplifinu matinni farið. Finnst ykkur gaman að það með mat? Ég er ofsalega. Já, en ég held að sé líka kostur ef maður í ykkur svona, þetta áhugamáli í leiðinni. Ég er enda mjög heppinn að öll fjölskyldan þarna líka þó að börnin mín sé ekki í bransanum þá hafa allir rosa mikið. En þú ert í bransanum og hérna ég hef vitnað hérna áður við í Rauðaborðinu. Það var hérna John Adams sem er bandarískt tónskáld. Hann var í einhverju viðtali og kom fram að hann horfði mikið á matreiðsluþætti og það er svona spurt af hverju hann að því að þetta er eiginlega, ég veist þess að margir bandaríkjamenn sem segir þetta bara að bita um nokkra tíma og hann segir að þetta er eina svæði þar sem við tölum menningu í dag sem ekki búið að eyðileggja menningartal. Þetta er eina það sem við erum þú veist að í gamla dag þá vorum við að spila músík heima hjá okkur og við tókum þátt í að búa til músík og við tölum hana og töldum okkur að vera rétt á því að gera það. En núna er búið að sérfræði væði þetta allt saman. Það er eiginlega eina umræðan menningu sem eftir er eiginlega í svona kokkaþáttum í sjónvarpinu. En það er sko kokkaþættir. Já. Og hérna til dæmis en sem betur fyrir bara orðið betra aðgengi á einmitt svona menningarlega tengdum kokkaþáttum og ég er svo fegin að þurfi ekki að horfa á keppni svona kokkakeppnir þú veist, eða kepp á tíma kepp á þetta og kepp. En ég verð að segja eitt að þess að horfa á hérna, eitthvað sem er frábær með hnífum það er bara það er þess að það fer mér að horfa á Julia Child Já, mér finnst þetta eins og handbragði hjá Gordon Ramsay sem virkar á mann sem óþolandi maður en djöfull er hann fær ótrúlega fær kokkur, finnst það ekki? Jú, hann var nú lengi verið svona ædol hjá mér en mér finnst það líka eins að hann náttúrulega lendir í rosa mótbyr þegar hann er ungur sko og hérna En hann er svo fær sko Já, og það eru margir sko en svo er oft svona ég til dæmis á mig nú eina sögu að hérna það er svona sumir sem að maður lítur upp til og svo þegar maður hittir og það er kannski ekki alveg á sama stað þannig að ég held að sko góður kokkur með góðan búnað ég held að fólk fatti það ekki alltaf líka og ég til dæmis einhvern tíma neytti ég nú heilu ára á Facebook að senda nýtt eldunar áhald á hverjum degi sem enginn vissi hvað var ég hafði mjög gaman að þessu og hérna og fólk var alveg hneykslað með byrja allt þetta dót sko, þú veist það er bara einfaldlega þannig að sko ég held að eldamennska er svolítið eins og vera tónlistarmaður sko, þú spilar ekkert sko almennilega tónlist á ryðga banjó sko, þú verður bara að vera með almennilega græður sko og þess vegna alltaf að tala hnífana, þannig oft sagt okkur kokka, við viljum alls ekki að konan komi staði hvað við borgum í alvöru fyrir hnífana sem við eigum og ég meni ég og ennþá hnífana sem ég byrjaði að safna þegar ég byrjaði að læra, þetta er bara ákveðið svona og mistök sem fólk gerir heima þessir er að hafa hnífan ekki nógu beita Já, við erum svo eitt sem við getum dundað okkur við, það er að setja ná í steinin og hérna bara dunda sig við þetta að koma hérna biti í Já, og ganga svo bara almennilega hnífin, hann er eins og kærastæðin sko, þú veist, ef þú trýtar hann ekki vel þá færðu ekki til staðin Hvað heldur að sé það sem að hérna, fólk sem er að elda heima hérna, gerir helst mistök? Við tölum aðeins með samt við hitan og hvað þetta hugsa það? Ég held að grunnmál er að fólk allar gera of mikið, þú veist að gefa sér ekki tíma og hérna það ofhugsar oft hlutina. Og ég held að sérstaklega tíminn, þú veist, fólk fer og allar að, þú veist, fer og kaupir sko rándýra tomahawk steak sem að, þú veist, er í tísku
og svo ferða á drepran á grillinu, sko, þú veist. Já, ég held að það sé ofsalega mikið það að fólk séu þrælar uppskriftana, treysti hvorki sínu eigin bragði og annað. Og og þessi þrældómur sem ég kalla, sem uppskrifta þrældómurinn, sko, þú þarf til dæmis að sko, læra að lesa uppskriftir og mín aðferð svo, sko, hvað er góð uppskrift og hvað er vond uppskrift, það er að reyna að finna eininguna sem á baki, þú veist. Þetta svona að láta uppskriftina taka leiðsögn af henni, en ekki láta hana kannski vera á eftir allar tíman, hægri, vinstri. Og þetta, sko, þú þarft ekki annað en að lesa ítalska matlæslubók svona frá miðri 20. öld með réttsælis, og það hræra réttsælis og rángsælis með trésleifi leir skál. Sko, til þess að, þú veist, já, býtum við og þú veist, þá þarftu komið að býtum við, það, þú veist, nú ætla ég bara, þú veist, að fara að gera þetta, þá ekki allt í lagi þó ég noti glerskál, skilur, í staðinn fyrir leirskáluna eða eitthvað. Annað hnífarnir eru hnífar og bretti, pláss, þú veist, að þú eigið þér þægilega aðstöðu, það sem að þú þekkir til, það er ofboðslega erfitt að koma sér fyrir í annarra manna eldhúsum, þú veist, og ég er svo gæfi sem að ég bý ennþá í íbúðinni þar sem að ég kom að því að hanna eldhúsið sjálf og og til dæmis eins og hæðir, þú veist, við höfum verk. Við erum mjög stór, sko, og litla fólkið hafi nú ráðið eiginlega borðhæðinni. Já, ég er nú ekki alveg sammála. Já, einmitt, en þannig að við erum með þrjár vinnuhæðir. Ég held að, samt, sko, ef ég ætti að ráðleggja öllum, sko, að temja sér eitthvað sem að vera alltaf til góðs í eldhúsinu, þá er það mise en place, undirbúa sig. Já. Þú ferð ekki á stað og ferð í uppskriftina 1 egg og svo 100 gram hveiti og ferð hann í skúffu. Þú ert búin að taka allt til og ef þú ert að elda og bara þú vinnur að skerða allt, þú veist, flysja grammeti, saksa, skerð græjar, setur og svo er þetta bara tilbúið þegar þú ferð að elda. Þetta prepp þú veist, það er vannmetið. Og ekki ætla sér of mikið þannig að þegar maturinn byrjar að þú sért hæf sem borðfélagi. Þetta ekki búin á því. Og það er eins og ég segi, sko, fyrir okkur kokka, við segjum oft, sko, það er ekkert skemmtilega en að lenda á floti, en að lenda á floti af því að þú ert ekki undirbúinn, það er ömurlegt. Já. Aftur vísa ég í þessa seríu sem ég er að horfa þarna, Duchess of Duke Street. Það er annað sem að, mér fannst, sko, það er franski kokkurinn sem er að kenna henni upphafi. Hann er sett alveg með þetta á hreinu, sko, að þú er að hafa allt hjá þér. Og ég er náttúrulega að dýrka það, þarna eru vinnuborðin, sko, stór og mikil og Þetta er ekki nútíma eldhús. Ekki nútíma eldhús, já. Og þetta sem inn í stofu. Þéttingu byggðar. Já, inn í stofu. Já, sjónvarpið framan já, eitthvað svoleiðis, já. Eigin er svo lítil að þú getur rétt lagt frá þér hnífinn, sko, að alltaf plássið bretti, sko. Og hitt er það að fara að hitta hráefni sjálfur, að fara á markaðinn og velja sjálfur. Og ég meina hvort það er bara út í haga eða bara inn í fiskbúðu eða eitthvað svoleiðis, en það er að þekkja hráefni, vita hvaðan það kemur, ekki kannski alveg amma. Ég var einmitt í Londonu daginn, ég var komið heim frá Oxford og kíkti á kjötmarkaðin sem er opið frá miðnætti til 7 á morgnana og það eru bara kokkar og slátrar og kaupa, þetta er 100 og eitthvað ára gamall markaður. Þetta er eitthvað uník, sko. Í staðan þarf að fá bara eitthvað vakuumpakkaði steikum. Einmitt. Herðu, Sólveig og Friðrik, takk fyrir að koma hingað og tala mat. Hjálpa mér að gera þessa tilraun, hvort að þetta sé gott útvarps- og sjónvarpsefni að tala mat. Ég held að gaman að fá ykkur allavega, ég hefði gaman að þessu. Ég held sér gott mál. Kannski bara að fæ ykkur eitthvað tíma seinna, við ætlum að sitja hérna einu sinni í viku og tala um mat við alls konar fólk. Já, ég held að það þurfum við líka aðeins að svona, ef við erum að tala um það að bústa hefðinni, þú veist, að reyna að koma einhverju svona kjarna í einhverja íslenska matarhefð, þá er það náttúrulega nauðsynlegt að tala um það og líka kannski aðeins að athuga svona hvað er á bak við þetta. Já. Herðu, Sólveig og Friðrik, kærar þakkir. Takk sömuleiðis. Og hlustendum þakka ég kærlega fyrir að hafa staldrað við og breytt þessu spjall okkar í fjölmiðlum. Minni á að
Það sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifundur sem keyra áfram samstöðina. Ef þú vilt slást í þannig hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Það kostar bara 2750 grunnáskriftin, þú mátt borga meira og vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. En framundan eitthvað allt annað á dagskrá samstöðurinnar. Takk fyrir. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á